Verið velkomin að tækjanum, ég þakka áheyrnina. Snorri Björnsson heiti ég og gestur minn í dag Tryggvi Þorgeirsson en hann hafði starfað sem læknir nokkurt skeið þegar hann fékk til sinn sjúkling og stóð frammi fyrir því að skrifa upp á 3. blóðþrýstingslækkandi lyfin hans. Sem læknir fannst honum ekki nóg að beita einungis lyfjagjöf við margþættu vandamáli og sótti í kjölfarið nám við Harvard í lýðheilsuvísindum. Í Harvard fékk hann kennslu í Behavioral Economics eða atferlis hagfræði eins og fræðin kallast á íslensku. En það eru skoðu tengsl tilfinningalegra, hugrænna og samfélagslegra þátta á ákvarðanir okkar í daglegu lífi. Hvað er forvitnilegra en það sem við gerum og af hverju við gerum það? Af hverju borðum við það sem við vitum að er óhollt fyrir okkur og af hverju gerum við ekki það sem er hollt fyrir okkur? Það sem meira er, hvernig geta markaðsöflin nýtt sér þessar upplýsingar til góðs án þess að við gerum okkur nokkra grein fyrir því. Tryggvi er í dag gestakennari við MIT og Harvard þar sem hann kennir þessi fræði. Hann er stofnandi og meðeigandi Sidekick Health startup fyrirtæki sem hlaut nýverið 3 milljarða króna fjárfestingu og starfa með fyrirtækjum á borð við Pfizer. En markmið þeirra er að fyrirbyggja lífstílstengda sjúkdóma með einmitt atferlisnálguninni og leikjavæðingu snjallforritisins Sidekick. Þetta er heljarinnar þáttur í vændum, setjist niður eða standið upp, farið inn í ískáp, rífið upp 10-pack kassa af topp í dós og njótið þess að hlusta á Tryggva. Toppur í dós kemur í 3 bragðtegundum. Fyrsta bragðtegundin er reyndar ekki með bragði, hún er án bragðefna, bragðtegund er hún samt. Næsta er límónu og sítróntoppur og svo royal eplatoppur. Jesús, hvað hann er góður. Rapunzel er svo fjölskyldufyrirtæki sem hefur frá upphafi framleitt lífrænar vörur af lífi og sál og verið brautryðjandi í þeirri iðju síðan 1974. Þú getur valið lífrænar heilsuvörur frá Rapunzel eins og baunir, við erum að tala linsubaunir, nýrnabaunir, sojabaunir, havra, músli, netublöndur, netursmjör, möndlusmjör og sturlað dökkt súkkulaði. Allt saman lífrænt og allt saman frá Rapunzel. Lífrænt gæði, hágæði meira að segja, beint frá bíli, beint frá bónda, beint frá Ítalíu. Það var að lenda nýpressuð ólífu uppsker á landinu og hún er komin í verslanir. Ég er að sjálfsögðu að tala mestu gæðin á markanum, geysivinsalu og lífa ólífuolíurnar. Besta fita sem völ er á fyrir mannslíkamann, ekki síst fyrir hjarta og æðakerfið sem við Tryggvi ræðum aðeins hér á eftir. Fyrir einfaldara líf er hægt að grípa með sér 3 bragðtegundir af kolvetnaskertum og fitulausum próteindrykkjum sem eru einstaklega handhægir í fernum sem hægt er að loka frá Ísey Skyr. Ísey Skyr próteindrykkirnir eru frábær valkostur í morgun eða hádegismat eða hvenær sem er yfir daginn. 23 grömm af próteini í einni og sömu fernunni. Takk fyrir. Eins konar boost í fernu, ef svo má segja. Síðast en ekki síst eru það ljúffengu pítsurnar frá Dominos sem bjóða upp á þennan þátt. Ég væri svo til í eina sneið núna. Höfum það 2, ef það er 3. og þú ert að hlusta á þetta þá ferðu rakleiðis í Dominos appið og pantaði miðstarf með 3 álagstegundum á 1000 kall. En það er ekki 3. þá vísar appið þér samt á besta tilboð að hverju sinni. Eitt er víst að enda með góða pítsu í höndunum og annað er víst að ég mæli með að þú fáið þér premium brauðstangirnar með henni. Jesús, hvað eru mjúkar. Trúið ekki fyrir að hafa pröfað. Ég má ekki vera að þessu. Tryggvi Þorgeirsson er sestur í stólinn og getur ekki beðið eftir að tala við ykkur. Gjörið svo vel. Er svona nýsköpunar startup-bransin brjálaður og maður heyrir í bókunum og bíómyndunum og sögunum? Já, ætli það sé ekki bara eitthvað til í því. Þetta er rosalegt ævintýri. Það er, og þá er svona kannski öllum skilningi. Þetta er mjög mikil vinna að byggja upp svona nýsköpunarfyrirtæki og þetta er lengra og meiri vinna en maður hefði nokkuð tíma að láta sér þetta í hug. Já. En gífurlega skemmtilegt. Ég mitt spyr út af því að það hljómar eins og þú sért með þéttustu dagskrá sem ég get ímyndað mér. Það er bara, bara að bóka símtal 3 mánuðar fram í tíman. Já, það er því miður þannig að dagurinn verður teppalagur bara eiginlega hver einasta mínúta og langt fram á kvöld og það bara fylgir þessu. Það bara fylgir. Herðu, við ætlum aðeins að kafa í þig og bara hver þú ert og hvað þú ert að gera hérna á eftir, en bara svona fyrst, þú ert læknir í grunninn. Já. Varst þú bara spurður í grunnskóla að kennarum hvað langaði til að vera stór og þú svaraði var alltaf læknir? Nei, frábær spurning, ætli ég munið það, ég hef alltaf verið þannig að ég hef haft áhuga á mjög mörgu, svona mjög vítt áhuga svið, forvitun allt og áhuga á öllu og ég hafði í menntaskóla og grunnskóla bara gaman af eiginlega öllum greinum, bæði tungumálum, sögu, líka stærðfræði, eðlisfræði og og í MR þegar ég var í MR þá var ég meira að hugsa stærðfræði, eðlisfræði, verkfræði og svo tók ég mér ársfrí eftir menntaskóla en byrja svo í verkfræði og þá var það ekki síst með heilbrigðisverkfræði í huga því ég hafði alltaf áhuga á þessi, ég var með mikinn áhuga á læknisfræði líka alla tíð Afi minn og nafni var læknir og hafði alltaf mikinn áhuga á því líka en ég fór í verkfræðina með það mitt fyrir sjónum að sameina tækni og heilbrigðisvísindi.
Og þú talaði þarna að hafa áhuga á öllum fögunum en það hljómaði svolítið eins og hafa áhuga á sko, fögunum sem voru kend. Varstu ekkert með eitthvað svona, einhverju draumum að vera snjóbrettamaður eða leikari eða þess að það? Varstu svolítið innan akademíunar? Nei, ég hef ekki verið að því leiti meira innan kassan sko. Og já, ég held að maður tala að segja það. Ég var, á unglingsárum var ég í björgunarsveit. Það var svona kannski það sem ég gerði svona fyrir utan skóla. Fekk gífurlega mikið út af því, fjallamennsku og klifri og öllu því sem því fylgir, það gaf mér mikið. Já, en annars þú hefur greinlega verið góður á bókina. Já, ætla mig ekki segja það. Ok, alltaf. Og þú ferð í MR og ert komin svolítið í raungreinar en ferð í verkfræði. Hvaðan tekur þú skrifið yfir í læknin? Sko, eins og ég sagði þá var ég í verkfræðin ekki síst með þetta í huga að eins og ég að gera í dag, að nýta tæknina til að bæta heilsu og svo bara mér líkaði vel í verkfræðinu, fannst þetta mjög spennandi og skemmtilegt og það sem var kannski skemmtilegast að á þeim árum var ég að vinna í nýsköpunarfyrirtæki föður míns og þetta var 2000-2001, þá vorum við að nota gervigreind og svona gervitauganetti eins og er ennþá notuð í dag nefnum bara svolítið frumstæðari, að þjálfa gervigreind til að þekkja og flokka bergtegundi byggt á litrófsmælingum og alls konar mælingum. Og þannig að þar auðvitað fekk ég svona fyrsta nasaþefin af nýsköpun og gífurlega mikilvæg reynsla fyrir mig og en ég satt þarna í verkfræðinu og fannst eitthvað vanta. Ég hef líka alltaf mikið gaman að vinna með fólki og þannig að jólin einhvern tíðan verkfræðinu þá fer ég vestur á Ísafjörð til frænda mín sem var yfirlæknir þá á sjúkrahúsinu á Ísafjörði og fæ að svona fylgjast með honum yfir jólin, bara hvernig það að vera læknir sko og af því ég hafði gengið með þetta í maganum og þar endanlega tók ég ákvörðun og hætti þarna áramótin í verkfræðinni og skráði mig svo í læknisfræðinni. Hérna heima? Já. Og hún er hvað, 6 ár? Já. Þá? Og já, reyndar mér langa að koma hans inn á, þú varst að vinna eitthvað að gervigreind aldamótin. Já, það var... Var þetta að kalla gervigreind þá? Já, og var þessi orðnóttu líka við þessa tekni þá? Já, það var það sko og þá var ég svo heppinn að bæði að vera með þetta spennandi viðfangsefni sem að faðir minn var að vinna að og Jón Atli Benediktsson sem er núna háskólarektor var leiðbeinandi minn í þessu og þá voru við sem sagt að gera þetta svona þjálfa gervitauganett og þá það sem við náttúrulega breyst svo mikið er bara tölvugetan á þessum tíma. Þarna vorum við að þjálfa þessi tauganett og þau þurfa síðan að læra með okkur gögnum og við settum þau að staði að læra og svo fórum við bara og komum kannski daginn eftir. Þá var tölvan í háskólanum búin að vera að keyra þarna og þjálfa eitthvað sem tæki í dag, ég veit ekki, mínútu eða eitthvað svolítið. Og þetta er bara með þróun örgjörvana og öllu þessu? Já, það er það. Og það er að leiðandi bæði gerist þetta hraðar og þá er þetta að hafa líka tauganettin miklu stærri og flóknari og sem þýðir að þau geta lært miklu betur og dýpra og sjálfstæðar heldur en áður. Og þá náttúrulega fer maður líka að spyrja sig, árið 2040 erum við þá að fara að horfa á okkur tala um eitthvað 2021 þar sem var bara gríðarlega hægt með við hvað þekkist þá. Ekki spurning og bara síðustu 1-2 árin, það er því líka framfærir að verða í þessu, sko, hvað þessi gervigreind er að verða greindari en áður. Já, einmitt, og margir með áhyggjur af þessu, þeir sem eru Já, ég var nálega viðkjanna, ég hef alveg haft það líka, sko, ég held allavega að það er mikil óvissa hvað þetta þýðir, hvert þetta leiður okkur, ég held að enginn viti nákvæmlega hvert það fer, vonandi náum við að smíða eitthvað ramma utanum þetta, en það er alls konar óvissu þættir held ég. Einmitt. Þú varst góður á bókina og í svo læknanámi, þá þú hlaust sko verðlaun fyrir besta vísindaerindið á einhverju norrænni ráðstefnu þvagfæraskurðlækna. Já, hvar gróstu það? Já, það er rétt. Og mér þótti nú ekkert svona mikið til þess koma að þetta var á ráðstefnu þvagfæraskurðlækna en kannski málið er að þú varst ennþá í læknanámi. Já. Þú varst ekki útskrifaður læknir? Nei, en það er svo sem algengt að lækna nemar sem hafa áhuga á sko rannsóknum, ég hafði það og móðir mín er faraldsfræðingur sem vinnur í krabbameinsrannsóknum og þannig að þetta verður alltaf staðið með næri að áhuga á rannsóknum í læknavísindum og þannig ég var heppinn að fá tækifæri til að taka þátt í slíkum rannsóknum og kynnti einhver niðurstöður á þingi í Danmörku. Og hlaust verðlaun fyrir? Já, fyrir erindið, já, það er rétt. Ég var nú svona á þessum tíma ekki mikið fyrir að trana mér fram, var nú svona frekar í feimnari kantinu sko, þannig að ég þurfti heilmikið að þjálfa mig í aðdragandunum að þessu til þess að þóra stíga hann upp á svið og kynna þetta sem bara ungur læknanemi sko, en það hafðist.
Geggjað. Og síðan útskrifastu sem læknir og ertu þá, ég meina það náttúrulega vel þekkt að fólk færi síðan í sérnám í lækningum, hvað ert þú svona að horfa sjálf að því þarna? Langar að láta bara gott heita og starfa sem þá væntanlega heimilislæknir? Nei, sko heimilislæknar eru sem sagt búin að klára sérnám í heimilislæknisfræði. Nú, ok, sérnám fyrir það líka. Já, en á þessum, þegar maður útskrifast þá maður sem sagt lækna kandidat og tekur, á Íslandi þannig að þá tekur maður eins ás kandidats prógram það sem mjög skemmtilegt því að það maður að vinna á eiginlega öllum sviðum læknisfræðinar, þannig að maður fær starfsreynslu af öllum sviðum og deildum og það ég naut þess mjög og það þá 2009 og bara ætlaði mér að fara alla leið og ég var svona aftur ég svolítið þannig hafði áhuga á mörgum sérgreinum en var svona einna mest að sogast í átt að barnalæknisfræði En svo gerist það þarna mitt ætlaði að gera sömurinn 2009 þá er ég að vinna á Selfossi að því að maður líka tekur vaktir hér og þar og þannig ég var á Selfossi og fannst það alveg frábært og mjög góð reynsla og nema þá er ég eitthvað kvöldi beðin að meta skjólstæðing sem að var með háþrýsting, blóðþrýsting sem að gekk illa að stjórna og var þegar á 1 eða 2 blóðþrýstingslækkandi lyfjum og En það dugði ekki og það verið að beða mig að meta hvort það væri að bæta við 3. lyfinu og ég fór þarna að horfa á málið og svona sló mig svo að sko eftir allt þetta nám í þessu dýrafína heilbrigðiskerfi okkar það virkilega besta sem ég get gert fyrir þessa manneskju að ávísa enn einu háþrýstingslækkandi lyfinu þegar maður horfði á heildarmyndina og það var svo margt annað sem að hefði þurft að grípa inn í en ég hafði ekki alveg tólin og tækinn til að gera það þarna á vaktinni á Selfossi frekar en við höfum í kerfin eins og það sett upp í dag af því að sko heilbrigðiskerfið okkar og bara við höfum það í huga við erum svo heppin að búa í eitt besta heilbrigðiskerfi í öllum heiminum, algjörlega frábært kerfi sem við gleymum ofta því við viljum alltaf gera betur en að sko þetta kerfi öll heilbrigðiskerfi eru raunur hönnuð á síðustu öld þar sem við vorum meira með bráðamál alls konar sýkingar og slys og svoleiðis en núna það þannig í dag að 80% heilbrigðisútgjöldum og kannski 70% dauðsföllum út af langvinnum lífstílstengdum sjúkdómum og sem sagt þetta eru hlutir eins og hjarta- og æðasjúkdómar og krabbamein og sykursýki og þegar maður segir lífstílstengdir þá þýðir alls ekki að þetta orsakist alltaf af lífstíl en lífstíl hefur oft einhver áhrif reykingar eða holdafar eða næring eða streita eða svefn að þetta hefur einhver áhrif á annarkvort að auka líkurnar á fái sjúkdóminni eða þá hvernig þeir gengur og vegnar með hann og þannig að sko læknir hvað sem er á vakt eða í korters viðtali á svo erfitt með að stíga djúpt inn í þetta og þannig að ég hugsa að eitthvað þurfa að gera betur og þannig að þá ákveði mig að fara í það sem að kalla lýðheilsuvísindi og sæki í Harvard lýðheilsuskóla eða lýðheilsuskóla Harvard út í Boston sem vil hérna á læknaskóla Harvard og kemst þar inn og fer í hann 2010-11 til að læra þessi vísindi. Hvað eru lýðheilsuvísindi eiginlega? Já, sko í kannski svona einföldu málum að segja þannig að sko læknisfræði snýst eiginlega að þú ert að horfa á einstaklinga og þú ert að lækna eftir að eitthvað hefur gerst í flestum tilfellum. Lýðheilsuvísindi eru ekki að horfa eins mikið á einstaklinga heldur á hópa eða heilu þjóðfélögin og sérstaklega hugsa sko forvarnir og heilsuefningu, hvernig getum við komið í veg fyrir sjúkdóma og það mjög víðtækt, bæði það að gera rannsóknir til þess að átta sig á hverju eru áhættuþættirnir og margir lýðheilsusigrar hafa unnist í gegnum tíðina bara þar þegar menn bara hafa átta sig á hinum og þessum áhættuþáttum varandi bara hreinlæti og vatn og bólusetningar og alls konar svona en það sem ég sérstaklega þarna var þá að horfa á var að því eins og ég upplifði að við vitum svona mestuleiti í dag hverjir eru helstu áhættuþættirnir, við vitum sirka hvernig maður ætti að hafa mataræði sitt og maður á að hreyfa sig og allt þetta en það sem er oft snúnara er hvernig við öll sjálf og hjálpum öðrum að fylgja þessum leiðbeiningum, það er það sem er áhugavert og snúið og meiri sé þarna úti í Harvard það sem þetta gífurlega öflugur skóli og öflugt fólk þarna þá fannst mér samt hlutfallslega meiri áhersla á sko að rannsaka hvort þessi áhættuþáttur er 20% eða 30% hættulegri en einhver annar versus að horfa á býta en hvernig hjálpum við fólki að halda sig við þetta sem við erum að mæla með. Þannig að þú tala bara eins einfalt dæmi og að ég veit ég á að hreyfa mig, ég bara nenni ekki og ég geri það ekki. Já. Og þín spurning var af hverju gerur það ekki? Já, nákvæmlega. Af því að þetta er eitthvað sem að
sem á við okkur öll og eiginlega sérstaklega erfitt með forvarnaraðgerðir vegna þess að þá er ég að biðja þig að gera eitthvað sem að kostar þig eitthvað í tíma eða áreynslu eða peningum fyrir einhvern óljósan ávinning í framtíðinni. Það er rosalega erfitt fyrir mannsheilan að ná utan það. Að bara notaðu tannþráð sem þú nennir ekki núna svo þú sérst með betri tannheilsu eftir 10 ár. Eða hætt að reykja, ég veit ég langar í sér sígarettu en þér mun líða betur eftir 20 ára ef þú hættir núna að reykja. Þetta er svona delayed gratification. Þetta er akkurat það og við erum alltaf að leita að instant gratification þannig að þetta er mjög slæm staða. Ok, og svona til þess að tengja þetta inn í heilbrigðiskerfið, ég veit að engin læknir vill setja út á þetta út að þú veist, auðvitað lærir helling en þeir langaði einhvern veginn, þú sérð þennan sjúkling sem var á 2 háþrýsti lyfjum og þú sérð að eina vopni sem þú hafðir í baráttunni við háan blóðþrýsting var 3. blóðþrýstingslyfið, þannig þú hugsar að það hlýtur að vera einhver betri leið og ætla þá að sækja meiri menntun og fer þá í þessi lýðheilsuvísindi. Já. Þannig að ákveður að bæta við, þú ferir hún ekki í neitt sérnám í lækningum, heldur bætur bara við í svona einhvers konar annari grein. Þetta er raunverulega meistaragráða í lýðheilsuvísindum sem bara bætist við svona til hliða við læknagráðuna. Svo kem ég heim og fer þá að vinna á barnaspítalanum og ætlaði mig þá bara að klára sérnám í barnalæknisfræði líka. Og sá það fyrir mig bara að vera barnalæknir sem líka sinnti lýðheilsu og forvörnum. Og var komin vel inn í það og var vann á barnaspítalanum og hluti af því er þá líka að vinna á barna- og unglingageðdeild og mér líkaði þetta alltaf alveg gífurlega vel. Ég er mjög gaman að ég vinna með einstaklingum, ekki bara í lýðheilsunni þess að við erum að vinna með heilu hópana heldur að vinna með einstaklingum, það er auðvitað gefandi alltaf öðru sér hátt. Þú sérð strax ávinninga því sem að þú ert að gera og það er mjög gefandi. Já, koma svona víða við í þessu kandidatsnámi og náttúrulega í þessu setna sem í vinnunni. Já, nefnilega. Fyrst í kandidatsárinu og svo í vinnu og svo þegar ég er þarna að taka fyrstu skref í sérnámi í barnalæknisfræði þá bæði það maður auðvitað vinnum maður bara á barnaspítalanum á mismunandi deildum og síðan tekum maður 1 ár á barna- og unglingageðdeild og þannig að þar fekk ég mjög góða reynslu og sem hefur nýst með mér að segja í starfi í dag, sko. Já, og vantarlega líka bara innsýn, bara að sjá hvernig þetta er þarna. Já, það var gífurlega gaman að sjá hvernig þetta virkar. Það er auðvitað að vera fast við mjög erfið mál og þegar ég var á BUGL þá var ég mest í bráðateymi BUGL þar sem við náttúrulega fáum til okkar mjög erfið viðfangsefni en það er þá barna- og unglingageðdeild. Já, barna- og unglingageðdeildinni og en ég auðvitað viljum alltaf gera miklu betur og fullt af hlutum sem við þurfum og getum gert betur en mér fannst ég var svona fullur aðdánar hvað það er öflugt fólk þarna og hvað er margt vel gert, sko. Einmitt. Og þegar þú talar þegar tölum þessi fræði að af hverju maður gerir ekki það sem maður veit maður á að gera, ég held að tengi allir við þetta, er það ekki? Það bara hlýtur að vera þú veist, það er eitthvað í okkar eðli að velja frekar einfaldari og betri kosti núna heldur en þann sem að er betri fyrir okkur í framtíðinni. Já. Og þú ferð inn á svið þarna sem heitir Behavioral Economics, atferlis hagfræði. Akkurat, þannig ég sit þarna í einhverjum fyrirlestri haustið 2010 í Harvard og þá er eitt kúrsinn sem fjallar svona áhrifaþætti heilbrigðis og slíkt og þar er prófessor að kenna okkur sem var þá líka prófessor og deildaforseti atferlis deildarinnar eða behavioral deildarinnar og er læknir líka og kynnir þá þetta svið fyrir okkur, atferlis hagfræði sem að sameinar rannsóknir í sálfræði og hagfræði til þess að bara skilja betur hvatana á bakvið hvernig við tökum ákvarðanir og hvað stýrir okkar ákvarðunum og hegðunum og þá auðvitað með það fyrir sjónum að stíga inn í og hjálpa fólki að taka svona hjálpa fólki að taka betri ákvarðanir þegar það á við og þarna algjörlega kviknaði á alls konar perum hjá mér þegar ég hafði alltaf verið að leita betri tólum til þess að hafa jákvæð áhrif þarna og þetta var bara alveg nýtt fyrir mér og sérstaklega það sem kveikti þarna áhugan var að lýsa því hvernig 3 áratuga rannsóknir á þessu sviði hafa sýnt og auðvitað ekki bara þessu sviði heldur við líka bara í hefðbundinni sálfræði og annar staðar að við erum í raun og veru með 2 mjög ólík kerfi í heilanum sem er að stýra okkar hegðun og ákvarðanatöku og þau eru bara mjög ólík. Við erum með annars vegar kerfi sem er þróunarfræðilega mjög gamalt. Þetta er bara kerfi sem var bara til í risaeðlunum í gamla daga og er bara mjög svipað í okkur eins og bara í skriðdýrum og er það sem oft kallað krokodílaheilin í okkur og er svona djúpt inn í miðjum heilanum og heitir mesolimbiska kerfið
og þarna stýrist okkar hegðun bara byggt á tilfinningum og hvötum og þú veist, þarna hluti bara næra sig og fjölga sér og vernda sína nánustu, bara þessi svona mjög præmal hlutir og við fáum meðal hans verðlaun í formi sko svona alls konar svona gleðiboðefna og eins og dópamíns fyrir það sem við gerum þarna og þetta eru svo öflug boðefni að við viljum bara, þetta hefur mjög sterk áhrif á okkar hegðun. Síðan miklu seinna í þróunarsögunni þá fer að hnoðast utan á heilan, þetta gerist allt í svona einhverjum lögum að þá fer að myndast utan hérna í heilanum og fremst hérna framheilin og hérna prefrontal cortex, það sem við tökum miklu svona flóknari, eða það sem miklu flóknari hugsun á sér stað og það sem við getum verið einmitt svona delayed gratification og það sem við getum verið að hérna hugsa miklu flóknari hluti en það er miklu erfiðara fyrir okkur, það kostar okkur meiri orku og bara meiri blóðsykur sem fer í það, meiri á súrefni, meiri tími og við ráðum ekki við margar hugsanir í einu þarna erum við eiginlega bara að hugsa eitt hlut í einu meðan að krókódílaheilan getur verið að bara vinna úr öllu því sem gerast í kringum okkur og svo erum við, af því að við þurfum alltaf bara líka að hámarka okkar tíma og nýta okkar orku og næringu og tíma sem best að þá erum við alltaf ómeðvitað að hoppa milli þessara kerfa og mér finnst bara ágætis dæmi, það er maður sem hefur rannsakað þetta, sálfræðingur sem heitir Daniel Kahneman og fekk Nóbelsverðlaun 2002 fyrir sína rannsóknir hann skrifaði mjög góða bók þetta sem heitir Thinking Fast and Slow og þar lýsir hann þessu dæmi hvernig við hoppum milli þessara tveggja heilakerfa sem ég held að margir kannast við að ég myndi að þú keyra út á þjóðvegi og þú ert að keyra með fullan bíl af fólki og þeir eru í hörku samræðum og þeir eru að hlusta á útvarpið og þú ert jafnvel hérna að drekka úr hérna vatnsflösku við hliðina þeirra bara með hugan við alls konar hluti nema kannski minnst við aksturinn. Svo kemur hérna stór oljuflutningabíl á veginum og þú þarfst að taka fram úr honum og allir, sko meiri segðan sem þú þurfa að biðja það átt að fólk sjá því það hættir hans að tala við þig, þú kannski lækkar í útvarpinu og einbeitir að fullu að þessum framúrakstri, svo ertu komin fram úr og allt fyrir að staða aftur. Þarna ert þú að hoppa úr sko krókódílaheilanum yfir í framheilan meðan þú þarft að einbeita þér og þá getur ekki verið að hugsa marga hluti í einu og svo hoppar aftur yfir í hinn. Og þetta er bara sjálfskiptingu? Þetta er bara sjálfskiptingu og þetta sér náttúrulega líka við íþróttafólk það sem þú vilt geta þjálfa hlutina þannig að þeir geti átt sér stað í sko, það er að tala vöðvaminnið eða svona sjálfvirt sko og það er þá stýrt af þessum hlutaheilan sem ekki af rökhugsunum og framheilanum jafn mikið sko. Ok, og þetta er náttúrulega, sko, út af þess að hann gefur út þessa bók 2002? Já, sko, hann fær Nóbelsverðlaun 2002, bókina gefur hann út held í 2010 og þetta er fræðasvið sem er búið að vera í sem sagt það búið að vera, já, þetta er 40 ára gamalt fræðasvið. Já, maður langaði að spyrja út í þetta svið. Hversu mikið vitum við? Hversu mikil er þekkingin þarna og auðvitað kemur alltaf í ljós seinna að maður vissi ekki neitt. En er alveg, svona, þetta er alveg vikt í þessum fræðum í dag? Já, það er vikt í þessum fræðum og hérna, þannig að þetta er orðið mjög viðurkennt fræði, sko, en auðvitað alltaf bara stöðugt að bætast við þekkinguna. Og þetta, til dæmis þetta hvernig við hoppum á milli og sko, ef maður spyr fólk, við höldum öllu við stýrumst á rökhugsun og allir halda það. Ég tek upplýstar skynsamlegar ákvarðanir og hérna, og það er nú annað sem að kannski lýðheilsan er stundum að ströggla við að stjórnmálamenn segja, við skulum bara fræða fólk og þá tekur það réttar ákvarðanir og drekkur ekki gosið og reykir ekki sígaretturnar ef við fræðum þau hætturnar, við virkum ekki þannig, við vitum það vel, allan þau sem hafa kynnt sér þessi fræði. Og það er svona kannski 80% af okkar hegðun stýrist ekki af rökum og skynsemi heldur af þessum hvötum og hérna tilfinningum og þannig að við þurfum bara að vinna með þann veruleika, hvernig höfum við áhrif á það og það kemur til að ljósa ef við erum þreytt eða svöng eða erum að gera marga hluti í einu, þá spörum við okkur orku með að hoppa ennþá meira inn í krókódílaheilann og sá hluti heilans tekur kerfisbundið öðruvísi ákvarðanir heldur en hinn hlutin, þannig að rannsóknir sína eins og við öll þekkjum, ef við förum svöng út að vesla að þar með þá krókódílaheilan taka fleiri ákvarðanir og innkaupakarfan lítur allt öðruvísi út þannig heldur en ef við förum sko vel útsofin og sött og bara kannski að morgni dags þá lítur karfan út mjög ólíkt. En því miður förum við flest út að vesla eftir langanverðan vinnudag, við erum svöng og þreytt og erum kannski með börnin með okkur og hugsa alls konar hluti
og þá erum við bara svolítið á sjálfvirkninni að henda hlutum í körfuna sem við hefðum kannski ekki endilega gert annars. Og þetta í alvörunni út af því þú sagðir að krókódílaheilinn hann notar minni orku Já. og það er náttúrulega mjög þróunarfræðilega sterkt í okkur að safna orku og fara sparlega með hana. Þess vegna oft skiptum við yfir í rauninni svona þann hluta heilan sem við viljum ekki nota. Já, og það er nefnilega það og við verðum að gera þetta vegna þess að við gætum ekki starfað á þeim hraða og því flækjustíði sem við gerum án þess að hafa bæði kerfin, þurfum að geta hoppað á milli. Og við þurfum að geta multitaskað eða gert marga hluti í einu en við þurfum bara átt okkur á hættunum sem fylgja því að við munum stundu taka kerfisbundir rangar ákvarðanir þegar við erum að keyra á þessu kerfi. Einmitt, en þú hlýtur að hafa verið að setja þessa fyrirlestra og hlusta á þetta og hugsa vá, þetta er magnað, en allir vilja vita hvernig funkar ég meira í þessu rökhugsun, hvernig get ég hugsa meira rökrétt? Já, það er góða punktur og sko, ég myndi segja allan að gott fyrsta skrif er að átta sig á þessu. Já. Að við erum hérna með eitthvað krókódílaheila sem að stýrir 80% af okkar ákvörðunum og hann gerir það á þessu föttum það. Það eru kannski cirka 200 ákvörðunar á dag þegar kemur á matarintöku sem við tökum og getur ímyndaðir næstu enginn þeirra er sko full meðvit eða kannski 5 eða 10 eða 20 eru svona mjög meðvitaðar ákvörðunir hitt er bara ég tegi mér eina kaffibolla og fæ mér sopa ég var ekkert sérstaklega mikið að hugsa um það. Þannig við erum alltaf að taka svona litlar ósjálfráðar ákvörðunir á ég að borða meira eða minna, fá mig þetta að drekka og svo framvegis. Og það er allan ágætt að vita að það er þessi 2 kerfi ég get spilað á þessi kerfi krókódílaheilinn er ekki öllu leyti mjög klár þannig að ef ég borða stundum vill maður fá sér eitthvað óholt snakk eða eitthvað og eitt af því sem þessar rannsóknir sýna okkur er að ef ég set þessa óhollu fæðu í lítið ílát þá borða ég minna en ef ég setja í stórt ílát eða borða beint úr stórum poka þá borða ég meira, þetta er bara svo einfalt. Þannig að ef ég vil borða aðeins minna af þessu óholla, án þess að hafa mikið fyrir því, þá helli ég því úr pokanum í lítið ílát, geng frá pokanum djúpt inn í skáp og þá mun ég njóta þess að borða úr svo litla íláti minn en ég hefði annars gert. Og bara, þegar ég gef börnunum mínum nammi, sem ég reyni gera ekki ómikið en gerir samt, að þá gef ég þeim, finn ég minnstu bara espresso kaffibollan á heimilinu og set nokkra nammimólun í það. Þegar þeim finnst að þá virðast vera bara fullu bolli af nammi en þetta er minnsta ílátið og þá upplifa þau þetta sem mikið en borða minna en þau myndu gera ef við setja þetta í stóra skál. Þannig svona getum við svolítið verið að plata krókódílaheilann eða vinna með hans takmarkanir en hin hliðin á því er að matvælaframleiðendur og auglýsendur eru náttúrulega búin að vita þetta í áratugi og eru mjög flink að spila á þetta. Ómeðvita fyrir okkur og þess vegna til dæmis og þetta svona gerðist ekki síst svona 10. áratug síðust aldar að þá fór matvæleiðnaðurinn að fatta þetta voru með bara mjög öfluga sálfræði rannsóknir eða svona rannsóknir á þessum sviðum á þessu og komust að þessu að fólk borðar meira úr stóru umbúðum og borðar meira og kaupir meira og þú er náttúrulega augljóst hvernig ef við horfum bara frá 1990 hvernig bara eiginlega allar matvörur stærð umbúðana hefur stækkað bara ég meina ef þú hugsa bara ég veit ekki hvað, bara einhver nammimóli eða súkkulaðistöng þetta er allt orðið miklu stærra jafnvel 2-3 stærra var áður og Doritos-pókarnir eða snakkpókarnir stærri meiri séð eins og við vitum diskarnir okkar bara svo komum í IKEA eru stærri þetta er allt búið að stækka og það veldur því ósjálfrátt að við borðum meira kaupum meira og borðum meira. Og kannski bara svona konceptið að fara í bíó í Bandaríkjunum bara risa poppóki og risa gósglas og allt þetta. Já, og allt veldur þetta því að við kaupum meira sem er alltaf frábært fyrir ef þú hugsa sem matvælaframleiðandi hvernig ætli ég að selja meira auðveldasta leiðin er bara að stækka umbúðarnar 50% og ég sem neytandi hugsa ekkit alveg það, ég tek þetta á og kannski kostar aðeins minna hlutfallslega og ég eyði meiri peningum en því miður þá borða ég líka neyti meiri af vörunni. Ok, þannig að þannig maður er í rauninu svona vitlaus. Já, við erum allan við keyrum ekki jafn mikið á rökhugsun og við höldum. En getur maður þá ekki þarna líka, eins og þú segir, ef maður veit þetta, þá getur maður að spila með þetta og til dæmis það, þú varst að segja, hérna ertu með kaffibolla fyrir fram að þig og þú ósjálfrátt ert að tegja því og fáðu sopa og ég meina það er svo sem ekkert skaðlegt, þetta er allt í lagi, en er það ekki líka bara fínt að minnka freistingar eins og þú getur? Að eiga ekki hlutina til sem þú ert að reyna að passa, svo ég reyni búið til bara herri þröskulda í áttina að hlutunum sem þú vilt ekki neyta eða nota, hvort sem er sígarettur eða hvað það er nefnilega akkurat, ef við áttum okkur á því og viðurkennum það að við erum ekki fullkomlega rökrétt, að þá getum við bara viðurkennt að við þurfum svoleiðis lausnir eins og þetta lýsa
og unnið þá með þær. Bara fyrsta mitt, bara langbest að kaupa ekki inn á heimilið, það sem þú vilt ekki neyta. Ef þú kaupir það, þá geymdu það þá hérna djúpt inn í skápa því að það sem við höfum fyrir augum, við neytum meira af því. Og helst þó svo að þessi hlutfallslega ódýrara að kaupa í stórum umbúðum, að þá helst ekki að kaupa óhollust í stórum umbúðum af því að þá munum við neyta meira af því. Ef maður gerir alltaf bara pening, að þá allan best að skipta því síðan niður í minni poka heima og ganga mjög djúpt frá þessu stóra sko. Og það eru auðvitað, já, þessar verslanir sem eru að koma til hérna á síðustu árum sem að selja allt í stórum umbúðum hafa náttúrulega þessi áhrif við neytum meira sko. Þannig að allt þetta sko skiptir verulegu máli. En eins og nýtið þú þér þetta bara þína vitneskju þessa heila bara, meina nú ert í krefjandi vinnu, þú ert að taka, þú veist, bara eins og þú talar að hérna, þú hafi verið feimin með að flytja eitthvað erindi, þú veist, núna ertu kannski í þeirri stöðu og þurfur að vera í ennþá meira forsvari fyrir hérna hluti en þú kannski þú ert kannski að hérna fara aðeins á sjálfa þig hérna, þú ert að fara kannski gegn þér og hérna þarft að gera eitthvað sem langar ekki endilega til að gera og ég meina getum tekið sem dæmi einhver sem langar ekki að hreyfa sig, við erum svolítið búin að tala matinn núna. Einhver fleiri tricks þarna, getur einhvern veginn verið að spila meira með þetta til að ná meira út úr sjálfa þér? Já, ég meina eitt dæmi mætti kannski nefna að hérna af því að krókódílaheilinn í rauninu hann vill bara hafa gaman. Hann vil bara fá verðlaun og hann fær verðlaun í einhverju formi, alveg bara hérna, ómótstæðileg verðlaun í formi dópamíns og þess. Já, nefnilega og þess vegna nefnilega sniðugt að ef ég ætla að reyna að fá sjálf mig til að fara meira að hreyfa mig að gera það ekki vegna þess að ég ætla að uppfylla hérna lýðheilsumarkmið 150 mínútur á viku, það ekki mjög skemmtilegt markmið sko, heldur að reyna að fara og kannski hitta vini eða hlusta á hljóðbók eða eiga einhverja ánægilega stund á meðan ég að hreyfa mig sama hvað það þýðir, bara að sé eitthvað svona gæða stund fyrir mig og ég einbeiti mér að sko velíðan sem kemur hér og nú, þetta instant gratification, þessi velíðan sem kemur hér og nú og það getur verið, ég meina, það alls konar, maður fær meiri orku, mann líður betur andlega, meldingin verður betri, kannski minni höfuverkur og svo bara þessi gæða stund sem maður getur átt, allir þessi jákvæði hluti sem gerast hér og nú, að maður einbleini á það og reyna að hámarka það, frekar að maður sé að reyna að fara í ræktina til að léttast eða hérna uppfylla eitthvað svona lýðheilsu hérna markmið. Einmitt sem að sé kannski ekki beint svona ávinningina. Nei, það einmitt að reyna að finna hver ávinningurinn fyrir mig hér og nú og einblína svolítið á það og síðan líka eins og að segja að lækka þröskuldin fyrir hegðuninni að það geta alls konar smáatriðið þvælst fyrir okkur, bara hlutur eins og það að vera búin að pakka í íþróttatösku og hafa hana tilbúna við hurðina eigu líkurnar að þú farir í ræktina næsta dag. Af því að þú ákveður að kvöldi að fara í ræktina morgun, svo kemur morgun og þú ert seinni í skólan eða í vinnuna og hérst að drífa þig og svo ég nenni ekki að finna til ég gerir þetta á morgun og þannig að alls konar svona litli hluti sem að geta lækka þröskuldin fyrir að við gerum hegðunum, þetta kallað channel factors í þessum fræðum og að við reynum að mappa svolítið út hverjir þessi þættir sem geta þvælst fyrir og hvernig getum við rutt þeim úr vegi þannig að við séum líklegri til þess að fara þá braut. Ertu ekki að ryðja þessum hlutum úr vegið með rökhugsuninni? Ég menn eins og að pakka í tösku kvöldin áður, þá er það ekki krókódílaheilin sem er að gera það. Þarna getur maður þá nýtt rökhugsunina til að undirbúa veginn fyrir krókódílaheilan. Sko. Ok, þannig að þetta er alltaf að fara að vera mix af báðu þetta. Já, akkurat. Bæði kerfin er alltaf, þau eru nauðsynleg, en það er bara ágætt að vera meðvitaður að þau séu þarna bæði að verki. Það tala svolítið að hann Matthew Walker sérfræðingurinn, hann talaði að slokni á þessum prefrontal cortex framheilanum á kvöldin, ég veit ekki hvort það sé rétt að segja slokni á honum en hann er allavega að minna starftækur. Er eitthvað til í þessu að við erum ekkert að taka ákvarðanir svona kvöldi til eða í þreytu ástandi? Já, við tökum, það er nefnilega alveg rétt að eftir því sem við erum þreyttari eða svengri þá er minni virkni þarna í framheilanum og meira fer yfir í hinn heilan og alls konar áhugaður á rannsóknir við rannsóknir það sem að kemur í ljósa fólkin mun til dæmis að gera rannsókn þar sem að fólk það er alltaf aðeins verið að blekja þáttakendur þeim var sagt að þetta væri minnisrannsókn og þau átt að leggja á minnið einhverja tölu og helmingur hópsins fekk bara 2 stafa tölu sem er náttúrulega auðvelt að leggja á minnið en hinn helmingurinn fekk 7 stafa tölu og allir átt að leggja þetta á minnið og átt að geta svo svarað seinna eftir klukkutíma eitthvað hver talan var og þegar rannsóknin var hálfnuð þá var öllum boðið að fá hressingu og þeir máttu velja milli ávaxtaskálar eða súkkulaðiköku og það kom í ljós að þeir sem að voru með 2 stafa tölu þar var meiri hlutin sem að völdu hollakostin sem var ávaxtaskálin
en hini sem voru undir þessu svona álægi að reyna að muna þessa tölu, að þau voru 50% líklegri til að velja súkkulaðikökuna, bara því að framheilin var svolítið upptekinn af að muna þessa tölu og þá fór krókódílaheilin og hoppaði á súkkulaðikökuna. Einmitt, og það líka skjótfeng orka, ég meina, og framheilin á fullu og hann krefst meiri orku, þannig að þú segir í skjótfeng orku. Þannig að það að þess svona skiptir svo miklu máli, þetta með svefnin og streitu, að reyna að vinna með það og lágmarka það, því þá tökum við betri ákvarðanir. Og annað sem var líka pínu áhverst í þessum fræðum er að krókódílaheilin þroskast fyrr í okkur sem lífverum heldur, ekki bara þróunarfræðilega koma fyrirfram, heldur líka bara við í okkar þroska, þá kemur krókódílaheilin fyrirfram og framheilin þroskast seinna. Þannig að börn, eins og maður bara sér, keyra miklu meira á tilfinningum og hvötum heldur en rökhugsun. Og það er ekki fyrir en meiri sé á 30-aldri sem að framheilin er hann full mótaður og þroskaður og gerist nokkrum árum seinna hjá karlmönnum en konum. Og þannig að það er kannski ekki fyrir en 26-28 ára sem að framheilin er að fullu mótaður, þannig að alls konar óskinsanlegi hluti sem við kannski gerum tvítug er ekkit víst að sko, maður má ekki stimpla sig algjörlega að sko, þetta er ekki sama manneskja og síðan 35 ára það sem komið fullmótaðan framheila. Já, þannig að þeir sem er hlusta, þeir mega fyrirgefa sér. Já, það má nefnilega alveg fyrirgefa sér einhverju vitleysu sem maður gerir þegar maður er yngri, maður var ekki með fullmótaðan framheila og það kannski líka óheppilega er að til dæmis eins og áfengi að það slæfir meira flóknari kerfi eins og framheilan, þannig að getur ímyndað ung manneskja, tvítug, niður í bæ, búin að fá sér áfengi, það er bara nánast engin framheili til staðar þarna, þannig að það er bara að vera að keyra á tilfinningum og hvötum og náttúrulega aggressjón og öllum þessum svona frumstæðu hlutum sem er í gangi. Sko. Já, vá, það er ekki skýrar en einstæðar annars það er að ná djamminu bara. Nei. Vá, og já, er ekki framheilin líka, er hún ekki oft líkt við, ég hef heyrt að hann sé líkt við oft bara svona bremsu, bara að halda aftur af þessum hvötum. Það er svona skynsama, já, röddin, sko, og ég held, ég minna, það er náttúrulega bara öldum saman hafa menn talað sko, eins og bara púkin og engillan eins og einhverju öxlin, þetta er bara þessi tvö heilakerfi. Það er skynsami engillin sem er að reyna í þær í rétta átt og svo er eitthvað púki að hinum einn sem er að reyna að fá að gera eitthvað hluti sem er ekkit alltaf skynsami, sko. Og hvernig get ég mögulega hjálpað englinum? Er það bara að vera, ég meina, bara vel út hvíldur eins og bara þú ert múin að tala um, eða er ekki kannski svona smá galdurfælin í þessu að ef þú ert að reyna að hreyfa þig, þá hjálpar það líka framheilunum að hreyfa sig, eða hvað? Ég er bara svona giska að hreyfing hjálpa eitthvað til við eðlilega heilastarfsemi. Jú, það er alveg rétt og sko, þetta er allt svo sko, samtengt að sko, heilbrigð næring, heilbrigð hreyfing og að lágmarka streitu og hámarka svefn, allt þetta hjálpa framheilunum. Þannig að, og síðan er það þá sko jákvæður hringur, ef þú gerir þetta þá er framheilin betri og þú gerir það meira af þessu og svo því meður vítarhringur í hináttina. Sko. Þannig að þess vegna verður maður að taka heildstætt á þessu, þú getur ekki bara fókusirað á henni, nú ætlum ég bara taka mataræði fyrir að gleyma streituunni og svefnunum, þetta er allt tengt saman. Sko. Já, hann Robert Sapolsky, hverstu við hann er gáð bókina Behave og ég veit ekki hvort hann sé svona behavioral economist sko, en hann er allavega í þessum þróunarfræðum og atferlisfræðum. Ég hef ekki lesið það bók. Nei, hann var að tala um sko, hann var reyndar að tala um margt og ég er svona nýbyrjar á þessar bók, hann ég ætla ekki að fara of djúpt í þessi fræði, en hann var að tala um sko, þú getur ekki bent á eitthvað, já þetta er gleðihormónið og það er þetta gen sem veldur þessu, eða þessi hormón sem gerir þetta, eða þetta líffæri, eða þessi framheili, þetta er allt bara ein heild og einmitt gott kannski að skilja hvernig einhverju hlutar virka, en svo á endanum virkar þetta allt saman. Það er nákvæmlega það og þess vegna einmitt, þegar ég þannig að ég læri þessi fræði þarna úti og bara heilinu bara fullur af hugmyndum, þetta er svo spennandi hvernig er þetta að nýta þetta. Á þeim tíma byrjaði ég að undirbúa þá bók sem átti að nýta þessi fræði til að hjálpa fólki að bæta lífstíl og byrjaði þarna strax haustið 2010 þegar ég var ennþá út í náminu, þá byrjaði ég að skrifa fyrsta kaflan í þeirri bók og er síðan næstu 2 árin að vinna í því og þeim tíma er Sidekick sem sagt bók. Okay. En það sem gerist líka á þessum árum er að þarna maður að byrja að nota iPhone og spjaldtölvu og þá allt í hennu bara opnast þessi gluggi bara því að sko, til þess að hafa jákvæð áhrif á lífstíl hjá fólki þá það er ekki 15 mínútna samtali hjá lækni því miður gerir næstu ekkert gagn þótt að sé samt nauðslegt að læknin hafi skoðun og ræði lífstíl en það þarf 20 klukkutíma af meðferðasambandi til þess að hjálpa einhverjum að hafa fá varanlega áhrif, jákvæð áhrif á lífstíl
og það ekki hægt að gera það í steinsteyptum stofnunum og innan spítalaveggja eða heilsugæslu en það sem allt í einu opnast þarna með snjalltækjunum að þá ég bara með tæki í vasanum sem að ég að nota alla daga og ég allt í einu sem meðferðaraðili get verið að eiga samband við þig oft á dag, hvern einasta dag mánuðum saman og þannig að þetta tvennt kemur saman snjalltæknin og þessi atferlisfræði og atferlissagfræði og þar get ég það allt í einu opnast þessi miðl til þess að miðla þessu og þú veist tala hvernig þetta tengist allt saman að svo förum við þá að byrja að þróa þessar hugsun og það svona 2013 og 14 sem þetta að byrja en þá allir að segja, nei, heyrðu, app á bara að gera eitt hlut, veldu bara eitthvað eitt, bara gerðu góðan skrifateljara eða hitaeiningateljara eða hvað sem app á bara að gera eitt hlut og gera það vel. En því miður þá var bara kannski klíníkerinn í okkur að því við náttúrulega við vissum að það gekk bara ekkert upp. Þú verður að taka á næringu, hreyfingu, streitu, svefni, fylgjast með einkennunum þínum og allt þetta fer saman. Þannig að þess vegna þetta líka svo mikil vinna að byggja svona lausn. Þetta búið að taka 8 ár og ég hátt í 2 milljarða að smíða þessa lausn sem að þá að ná að hjálpa þér heildstætt að taka á þessu frá öllum hliðum. Ok, og það svona lausnin sem að þú ákveður að herja, þú varst búin að sjá vandamálið og þú fattar að lausnin var ekki í formi annars livs mögulega, allan fyrir þennan sjúkling sem vorum að tala áðan, þannig að þið langar einhvern veginn að taka heildstæðan nálgun á þetta og bara hjálpa fólki með sína heilsu almennt í formi apps. Já. Og þannig verður sidekick til og þá það akkurat það og þeim tíma var félagi minn úr læknadeild Sæmundur Oddsson læknir að vinna í Svíþjóð í hjartalæknisfræði, hann var að læra að vera sérfræði læknir í hjartalækningum og hann var náttúrulega upplifið þetta sama og ég, hann var alltaf að reyna að hjálpa fólki sem að í þessu tilfelli fengi til dæmis hjartaáfall og það sem gífurlega mikilvægt, þú farið hjartaáfall, ofsalega mikilvægt að fylgja þá síðan leiðbeiningum varandi þessa lífstílsþætti. Mjög oft var fólk að hætta að reykja eða létta sig eða hreyfa sig meira og bara mjög lítill hluti fólks, jafnvel þótt að hafa fengið þetta viðvörunarskot sem fyrsta hjartaáfall, mjög lítill hluti fólks nær samt að fylgja þeim leiðbeiningum af því það svo erfitt að breyta lífstíl. Þetta að hætta að reykja, jafnvel þá þessi búið að fá hjartaáfall. Já, því miður að þá bara erfitt að breyta lífstíl og það þarf mikinn stuðning og helst þetta sé þess að 20 klukkutíma meðferðarsambandi til að ná varanlegum árangri. Þannig þú ert með þá trú að það sé hægt að ná þessum árangri. Já. Þú ert búin að fara í gegnum þetta nám og þú bæti við þetta út í Harvard og þú ert búin að læra þessa behavioral economics og þú hugsar fólk ekki hægt að reykja jafnvel þú að fá hjartaáfall, ég get samt einhvern veginn hjálpaði. Já, ég var aldrei í vafa að það væri hægt en það þyrfti bara nálgast með öðrum hætti og þarna fannst mér þetta þegar þetta kemur saman þessi fræði og svo tæknin þá allt í einu vorum við með tól til að geta gert það og þetta byrjar í raun og veru þá líka ég ætlaði að gera doktorsverkefni í kringum þetta og við heldum að verðum eldsnögga að henda út einu appi og gera svo góða rannsóknir á virkninni en hér erum við 8 árum seinna Það var krókódílaheilin sem hélt það. Já, og kannski sem betur fer það er kannski margt sem að maður myndi ekki fara úti í djarfur ef maður vissi hversu mikil vinna það er en þannig að þetta er mikil vinna af því að þetta er svo rosalega margþætt. Í fyrsta lagi erum við bara búið til nýja heilbrigðis meðferð. Þetta er bara, við erum í dag, við erum 60 manna fyrirtæki, við erum með 5 lækna í fullu starfi, við erum með marga öfluga atferlis og sálfræðimenntaða einstaklinga, sjúkraþjálfara, hjúkrunarfræðinga, þannig að bara mikið af klínísku starfsfólki bara sem eru að þróa heilbrigðis meðferð fyrir alls konar sjúkdóma og svo eru við náttúrulega með gífurlega öflugt bæði hönnuði og forritara, heilbrigðisverkfræðinga, gervigreindar sérfræðinga og aðra sem þá að nýta tæknina og allt þetta þarf að koma saman og þannig að það sem við heldum fyrst bara eitthvað lítið app, bara orðið heilt stort fjarheilbrigðiskerfi. Það sem annars sjúklingurinn fær samband eða fær sína meðferð í gegnum app í sínu síma og svo svona vefgátt það sem að heilbrigðisstarfsmaður getur lokkað sig inn eða skráð sig inn og fjarvaktað einkenni sjúklings og fylgst með og fær flögg frá okkur ef eitthvað að fara í vitlausa átt og svo framvegis. Og hvert vandamálið sem þið langar að leysa og bara svona til þess að koma á spórum með það sem ég langar aðeins að heyrum til dæmis það að 80.000 Íslendingar eru með hækkaðan blóðsykur.
Hvað þýðir það og hvaða vandamál er til að reyna að leysa? Já, bara góða punktur sko, að sko, þú veist, það eru þessi lífstílsþættir sem við erum að reyna að fást við og það eru 25.000 manns á Íslandi með einhverja hjarta- og æðasjúkdóma. 25.000 manns? Já, og það eru kannski samkvæmt áætlunum kannski 25.000 sem eru með sykursýki tegund 2, kannski 80, 85, 90.000 sem eru með forstiga sykursýki með hækkaðan blóðsykur en ekki komin yfir greiningaskilmerki á sykursýki og allir þessi hópur er í aukinni áhættu á að fá hjarta- og æðasjúkdóma, þú veist, hjartaáfall, heilablóðfall og svoleiðis og það er alveg raunverulegt, þetta er alveg vitað, ég meina ef þú ert með þetta hækkaða gildi, það er bara að stefna í eina átt. Já, sko, ef þú ert komið forstiga sykursýki sem er þarna, já, sem 85.000 manns, að þá eru svona 10% líkur á hverju ári að þú farir úr forstigum sykursýki yfir í bara fulla sykursýki og þurfur þá bara að fá meðferð við því og þú ert strax orðin með auknar hættur, það er strax byrjað að skemmast æðakerfið þitt. Þannig að það er orðin aukna líkur og fáir annarkvort hjartaáfall eða heilablóðfall því miður. En það sem er búið að sýna núna með rannsóknum er að við finnum þennan hóp sem er komið hækkaðan blóðsykur. Því miður, það sem við gerum í dag er að við bara setjum og býðum. Bara býðum í kannski 10-20 ári viðbót, þar til út ekki lengur með forstiga sykursýki, heldur komið sykursýki og jafnvel ekki lengur bara með sykursýki, heldur búin að fá fyrsta hjartaáfall. Þá fara allar bjöllur að stað og við hendum inn okkar viðbrags og hetjulækningum og gerum allt það sem að sjálfsögðu við þurfum að gera, hjartaþræðum og gerum allt það sem það er að gera þar. En það væri náttúrulega svo miklu þjóðhagslega hagkvæmara og betra fyrir heilsu þessa einstaklinga sem að lenda í þessu ef við hefum gripið inn í 10-20 árum áður. Og það er hægt að gera og rannsóknir sýna ef við finnum þennan hóp og við gefum þeim ákveðna tegund af meðferð sem er hluta því sem við gerum dæmis, að þá eru 60% minni líkur á þessi hópur þrói með sér sykursýki og allt hitt sem getur fyllt. Þannig þú afsakar að ég sé að tönglast á þessu, en þegar þú segir lífstílsjúkdómar, það er kannski líka smá von í því að þú getur bætt úr þeim með betri lífstíl og þú ert mögulega að einhverju hluta til komið þangað út af þínum lífstíl sem þýðir að breyting þín megin væri mögulega til bara betra lífs. Já, og þetta eru lífstílstengdir sjúkdómar, það er rosalega mikilvægt líka að það er ekki verið að kenna neinum þú getur gert allt rétt og samt fengið langvinnan lífstílstengdan sjúkdóm og allt ránt og ekki fengið langvinnan. Já, sjálfsögðu, það er allt til í því og allir þekki eitthvað sem að reykt og drakk og var nýraður sko. Þótt að meðaltali sé það ekki þannig en já, en þeir eru samt lífstílstengdir að því leiti að lífstíl getur haft afgerandi áhrif og þannig að ef þú ert komin með forstiga sykursýki að þá er hægt að snúa því við og stoppa það ferli með lífstílsingripi. Og er þarna þau varst að tala að þegar að hættan orðin það mikil að þá kemur heilbrigðiskerfi og bregst við og gerir það vel það er svolítið þetta gamla heilbrigðiskerfi sem var þróa bara í kringum það að einhvern veginn bara slökkva elda í rauninni. Já og ef maður horfir á þetta svona 80% af heilbrigðiskostnaði eru þetta langvinnum lífstílstengdum sjúkdómum en við setjum kannski 2% af heilbrigðisútgjöldum í forvarnir. Við erum bara að slökkva elda alla daga frekar en að fyrirbyggja þá. Því miður og þetta er algjörlega galið og núverandi kerfi með steinsteyptum byggingum og svo framvegis er frábært í að taka flóknu tilfellin þegar þú komið kransæðastífluna eða hjartabillun eða alvarlegan sjúkdóm og grípa inn í og hjálpa þér. En alveg svo við gert í bankageiranum, það sem að við erum með útibúin til að taka á flóknumálunum en svo 95% af bankaþjónustunni á sér staði, ég veit ekki meira sennilega, bara heima hjá fólki í gegnum síma og tölvu í þeirra daglega lífi utan stofnana, að þetta gerðist á síðustu 5-10 árum og þarf að gerast í heilbrigðiskerfinu. Ímyndað er ef að einhver myndi segja við einna bönkunum, bara Íslandsbanka, nú þarf þú að vera í samkeppni við hinna bankana nema þú mátt ekki nota heimabankakerfi. Þú þarf bara að vera með útibú og allir þurfa að koma í útibú og hitta gjaldkera. Þannig erum við stödd í heilbrigðiskerfinu. Mér finnst svolítið magna að þú sittir hérna á móti mér og sért að segja þetta og þú ert sprenglarður læknir og búin að fara í Harvard og ert gestakennari þar og síðan var annar maður Evert Víglundsson sem er crossfit-þjálfari og hann var að segja nákvæmlega saman þú og mögulega er hann, og ég ætla ekki að fara að segja einhver segja að standa sig betur eða verð, en hann er að hafa mjög heilsufarslega góð áhrif á fólk með því að fá það til þess að stunda hreyfingu, með því að fá það til þess að mæta 1 klukkutíma 3 sinnum í viku til þess að æfa í hóp og gera hreyfingu einhverju sem er ávanabindandi og skemmtilegt. Heldur betur að lýðheilsa er sko mjög margt út fyrir veggi spítala og
þannig að allt þetta, næring, hreyfing og allt það góða starf sem á sér stað víða í þjóðfélaginu kemur inn á lýðheilsu. Þannig að það alveg gífurlega mikilvægt, sko. Og hver svona ykkar lausn hjá Sidekick? Þú ákveður að framleiða þetta app eða búa til þetta app en það var síðan kannski stærra verkefni en þú ímyndaðir en hver lausnin? Af hverju heldur að þú getur bara búið til eitthvað app í símanum og fólk bara læknast af langunum lífstilsjúkdum? Já, þetta þróaðist í raun og úr því að vera fyrst bara app yfir í að vera sem sagt bara fjarheilbrigðiskerfi og þetta er orðið lækningatæki og sem sagt, og bæði þetta nota í því sem við kallum fyrstastigsforvarnir eins og þú ert með hækkan blóðsykur og við ætlum að stoppa þig frá því að fá sykursýki, það fyrstastigsforvarnir. Hitt ef þú kannski komin með, segjum við komin kransæðastíplu og það ert á lyfjum og meðferð við því, að þá er það annarstigsforvarnir að grípa þar inn í og tryggja að þú fáir ekki hjartaáfall númer 2, af því að ef þú ert búin að fá 1 hjartaáfall, þá ertu 6 líklegri heldur en næsti maður til að fá annað hjartaáfall. Wow. Og þar getum við gripið inn í náttúrulega og það er það sem við erum að gera við erum að vinna í mörgum löndum með fólki sem með langvinna sjúkdóma og við erum að vinna með fólki með krabbamein, með liðagigt, ristilbólgur, hjart- og æðarsjúkdóma og fleiri sjúkdóma í ýmsum löndum og lausnin kannski stuttumála þessi og við getum bara hugsað það sem við erum að fara í mjög spennandi samstarf núna með hjartadeild Landspítalans og við fengum mjög myndarlegan styrk yfir 130 milljón króna styrk fyrir okkur og hjartadeildina til að innleiða þessa lausn þar fyrir alla 3 stærstu hjartasjúkdómana og þannig ímyndað að þú sért með hjartabilun sem mjög erfiður og leiðilegur sjúkdómur þar sem að hjartað orðið bilað og hefur ekki undan að dæla blóði líkamann eins og þyrfti að gerast og það safnast vökvi í lungun og þetta veldur sem sagt, náttúrulega þú ert ekki með fulla orku, þú farir mæði að því það er vökvi í lungunum og getur verið með brjóstverki og náttúrulega kvíði og streita sem fylgir þessu og í dag það svolítið þannig að þú farir meðferð á spítalanum og ert síðan í eftirliti hjá göngudeild hjartabilaðara og það er frábær vinna sem á sér stað þar en án svona tækni að þá náttúrulega getur göngudeildin ekki fylgst með hvernig þér vegnar heima í daglegu lífi utan spítalans. Heldur kemur inn alltaf af og til í eftirlit og auðvitað stundum að það hringja líka og sjá hvernig þér vegnar en það sem við getum gert og við gerðum til dæmis svona físileika könnun með hjartadeildinni síðasta sumar til að sjá hvort þetta væri físilegt og myndi geta gengið í þeirra umhverfi og þannig að þar var bara hópur fólks með hjartabilun sem fekk sem sagt í Sidekick appið í símann sinn og svo virkjum við ákveðið prógram, það er bara hjartabiluna prógram sem við erum búin að þróa sem að á hverjum degi færðu alls konar sem sagt leiðbeiningar og ráðum bara hvaða matareið hentar þér, hvaða einkennum þarf að fylgjast með, hvernig tekstu á við streituna sem fylgir þessu og þannig að þú ert að fá stöðugar svona bæði fræðslu og líka æfingar, við getum sendt, ef það er mikil streit allir staðar, þá getum við sendt á þig hugleiðsluæfingar eða slökunaræfingar til þess að taka á þeim hluta eða bæta svefnin en það sem getur líka gert þá er að fylgjast með einkennunum, þannig að í sjúkdómi eins og hjartabilun þá er yfirleitt fylgst jafnvel daglega með einkennum og þá getur bara viðkomandi slegið inn hvernig mér líður og hver er blóðþrýstingurinn og annarkvort slæðir þetta inn sjálfur eða við tókum þetta sjálfkrafa inn úr tækjum eða þú ert með þráðlausa vikt þá getur við dregið viktina inn í kerfið okkar vegna þess að ef þú ert að safna meiri vökva á lungun þá þyngistu og þá sjáum við að viktin er að fara upp og sömulegis getur við með þráðlausan blóðþrýstingsmæli og við sjáum bara hvernig hann er að þróast og þetta sér þá starfsfólki á göngudeild hjartabilara getur fylgst með þessu og okkar algoritmar og kerfi getur síðan flaggað hérna er eitthvað gult eða hérna er eitthvað rautt og það er að kíkja á þetta strax og í þessari físileika könnun að þar var starfsfólk, hjúkrunarfræðingar og læknar sem að voru þá að fylgjast með hvernig þessum hópi sjúklinga vegnaði og það var mat til dæmis hjartadeildar að meiri segja að þetta var bara 2 mánaða stutt tímabil að með tiltölulega litlum hópi sjúklinga þá hefðu að þeirra mati sennilega strax bjarga einu mannslífi með tækninni að þar var einstaklingur sem bjóð út á landi þar sem að kom í ljós bara í gegnum kerfið að einkennin voru að fara versnandi, blóðþrýstingum var hækkandi og önnur einkenni voru svona á rangri leið og hjúkrunarfræðingurinn sem er þá að fylgjast með Guðbjörg Guðlaugsdóttir, hjúkrunarfræðingur sem var að fylgjast með frá göngudeild hjartabilaðara að hún tekur eftir þessu og kerfið náttúrulega flaggar að eitthvað sé að fara úr lagi, hringir í viðkomandi og enda með að viðkomandi flýgur til Reykjavíkur og leggst strax brátt inn á hjartadeild
og það hægt að snúa ferlinu við með viðbóta meðferð og svoleiðis að laga þetta og á 2 dögum þetta snúa svo við og við komum útskrifast heim. En að öðru óbreyttu var sennilega sem sagt, svona þögult hjartaáfall að ræða það sem að hefði getað farið miklu verr og þannig að þetta dæmi þarna kemur saman annars vegar þessi sko fræðsla og stuðningur og æfingar sem þú fær til að takast á við þinn sjúkdómi í daglegu lífi og takast á við undirliggjandi áhættuþætti og það getur verið svo, ég meina einhverju þurfa að vinna með streitu eða svefn eða kvíða eða mataræði eða vikt eða hætta reykja og allt þetta getur kerfi hjálpað með og svo það hitt fjarvöktun einkenna sem heilbrigðisstarfsfólk getur fylgst með og fengið svona flagg ef eitthvað þarf að grípa fyrir inn í. Þannig að þið eru að bæta ofan á eða búa til í rauninni bara svona nýtt sviðinnan sem vinnur með heilbrigðiskerfinu nú þegar. Já. Þarna út af þegar að þess þurfti þá var flogið með einstaklingin inn í steipuna. Það var ekki... Já, af því að sko einmitt og það er mjög mikilvægt að hvort tvekja þarf að vera til staðar. Ég er ekki að fara að lækna hjartaáfallið með appinu mínu sko. Þannig að hvort tvekja þarf að vera til staðar en við viljum bara nýta þetta frábæra starfsfólk, heilbrigðisstarfsfólk okkar og þessa dýru umgjörð og byggingar og tækni í flóknustu tilfellin og nýta tæknina alveg svo í bankageirunum, nýta tæknina til að taka á þessu daglega og það hitt líka að þeir sem eru með langvinna sjúkdóma þau fólk vill fá að taka þátt í eigin meðferð og hafa áhrif á eigin heilsu. Þú vilt ekki lengur eins og var kannski áður bara þú vilt fara til læknis og fá pillu og hugsa ekkert meir þetta, þú vilt taka virkan þátt. Þannig að þetta leyfi tæknin okkur þá náttúrulega líka að gera, að valdefla fólk til þess að og gefa þeim tól og tæki til að taka virkan þátt og hafa jákvæð áhrif á útkomunar. Þú nefndir að þú getur sendt hugleiðslu æfingar á fólk sem undir mikilli streitu. Sko, nú er ég með hugleiðslu app í símanum mínum sem ég er að borga fyrir. Já. Og svo er ég með Instagram sem er frítt og ég nota það miklu meira heldur en hugleiðslu appið. Hvernig geta þeir spila svona vel á krókódíla heilan í mér? Já, þeir Instagram og Facebook og þetta aftur, þetta mjög þróuð fræðigrein. Hvernig þeir eins og ég segja hijacka dópaminkerfinu og það náttúrulega bara sem tölvuleikir hafa gert mjög vel að búa til svo mikið af örfun og verðlaunum að dópaminkerfið bara blikkar og þú vilt meira og meira og meira. Þegar þú ert komin inn í dópaminkerfi heilans þá ertu komin í gullpottin. Já, það er bara einmitt og þessi tölvuleikir vilja bara harðvíra sig inn í dópaminkerfið og halda þér föngnum og það var auðvitað það líka þegar ég hefði lært þessi atferlisfræði að þá vildi ég auðvitað komast á þann stað að geta harðvíra mig líka inn í dópaminkerfi fólks til að hafa jákvæð áhrif og var svo heppinn að fá til dæmis þróunarstjórun okkar Ólafur Viggósson sem að áður var hjá CCP, leitið þar stórt teymi að hann einmitt hafði þessa ástríðu að nýta þessi leikjafræði og þessa tækni til góðs. Hann er mikið, hugsa mikið heilsu og er 100 kíló á hreinum vöðum og hafði mikil áhuga að nýta þessa tækni og leikja tæknina til góðs og þannig að við erum með öflugt fólk meðal annars úr leikjageiranum sem þá að hjálpa okkur að nýta þessa leiðir því að og þannig náum við að halda fólki líka það er hluti af því að halda þér af því að til þess að hafa jákvæðari þá þarf ég að geta unni með þér daglega í marga mánuði helst ár og þessi leikjavæðing hjálpar í því Já, og þetta er svona enska orðið gamify eða ekki? Já, akkurat og partur af því er að ef þú nær þínu markmiðum þá fara alls konar verðlaun og við notum mikið svona altruistic verðlaun af því að það kemur í ljós að sem betur fer að við erum drifin líka öll af þörf til að hjálpa öðrum þannig að við höfum notað það heilmikið ef þú nærð árangri þá ertu kannski að vinna þér inn hreint vatn sem að okkar samstagsaðilar senda til barna í neyð eða þú ert að vinna bólusetninga fyrir börn eða planta trjám í Amazon með því að ná árangri í þínum lífstíl. Þannig að þetta er svona bara partur af því að viðhalda áhugahvöt hjá þér í því sem þú ert að vinna í. Geggjað, og þannig ertu líka að tala að eins og að þörfum fyrir að hjálpa öðrum. Þú ert í raunin að spila svolítið með það. Já, en á jákvæðan máta, ég ætla að taka það fram og ég veit að þú ert, það er náttúrulega rosalega mikil neikvæð umræða í tengslum við bara hvernig samfélagsmiðlarisar eru að spila með hausinn á okkur og auðvitað markaðsöflin og allt þetta er auðvitað til staðar hellingi eins og þú vorst að tala skammtastærðirnar og allt þetta að þú nota þarna frumþörfina til að hjálpa öðrum til þess að fyrirbyggja langvinna sjúkdóma. Já,
það það. Og það var partur þegar við vorum að gera þessar rannsóknir þarna þegar ég var út í Bandaríkjunum að þá við vorum að skoða hvaða hlutir úr atferlishagfræði getum við nýtt okkur við lífstílsinngrip. Og eitt af því var, fólk mjög sterktir yfir áfram að þörfum til að hjálpa öðrum. Hvernig getum við nýtt það til góðs við lífstílsinngrip og þá þetta partur af því. Geggjað. Og alveg eins með væntanlega þið eru að spila inn á, þú veist, ég meina eins og Snapchat þá var vinsælt fyrir það þegar þú sendir einhverjum mynd og hann sendir tilbaka þá eru þið komið með strík, það var bara 1 dagur þar sem þið eru búin að senda á milli, 2 dagar, 3 dagar og síðan var þetta bara þannig að þegar krakka voru að fara á reiki og mátti ekki vera með síma með sér og bara létuðu vin sinn fá hann og hann þurfti að passa að senda á sama vin til að halda stríki. Þú getur nýtt þér þessi svona, hvað segir maður, manipulation þegar ekki íslenska orðið vera til þess að bara krækja í fólk þannig að haldist inn í appinu þínu. Já, og þarna auðvitað bara eitthvað fín lína því við viljum alls ekki og það engin hætta á að fólk noti okkar lausn þannig að það sé fara að hafa neikvæðar. Við hugsum ekki það og við setjum alls konar varnaglega, þú ert búin að gera ofmikla hreyfingu og þannig að það bara vel gert þú ert bara búin að uppfylla markmið dagsins í hreyfingu, hvernig var að gera hana slökunarhreyfingu. Þannig við reynum að tryggja að þetta sé svolítið balanserað og verum ekki, ég held að það festist engin í þessu en við nýtum okkur þessar ákveðna hluti af þessari leikjavæðingu og til þess að viðhalda áhugahvötinni og verðlauna þig af því að við erum líka, eins og við erum að tala að reyna að búa til þessi verðlaun hér og nú, færa ávinningin og meira inn í nútíðina frekar en einhverja fjarlæga framtíð og þessi leikjavæðing hjálpa til í því. Og þú varst að tala að auka áhugahvötina. Ég meina, fólk sem að hlusta á þetta hreyfir sig mikið og eða þinn maður 100 kíló hreinum vöðum. Hvað hann að gera rétt sem aðrir eru ekki að ná? Af hverju hann svona áhuga mikill heilsu og gerir það sem hann langar að gera og fer gegn eigin hvötum og nær sínum markmiðum en ekki hinnir? Já, ég held að sé alls konar hluti sem spila inn í en ég held nú meðalans þeir sem að ná góðum árangri í viðhalda góðan lífstíl er að þetta ekki þetta er þó ekki einhvern veginn af einhverju, þetta er ekki kvöð, þú nýtur þess og eins og Óli til dæmis og aðri sem þetta verður líka oft félagslegt, þú hittir vinnina og hreyfir þig og hefur ánægja af því, þannig að þú ert að finna leiði til þess að þetta sé hluti af lífstíl og sé ánægilegt en ekki eitthvað svona kvöð, það er partur af þessu. Og líka þá, kannski svolítið forréttilegt með eins og útlit. Ég meina bara að sérst á fólki sem að hreyfi sig og það kannski finnur fyrir því að aðrir taka eftir því og það fær hrós fyrir að líta vel út og svona og auðvitað getur það farið í kolranga átt og fólk þróa með sér andlega sjúkdóma í kringu það eða hvað sem það nú kallað. En er það ekki líka svona smá frumþörf að einhvers konar valdast í að líta vel út í samfélaginu? Jú, það klárlega er hluti af áhugahvötinni eða því sem maður svona drífur marga áfram í þessu. Það hins vegar ofsalega hættulegur svona farvegur eins og varst að benda og það getur farið allt og langt og það getur líka hinliðinni á því er það að það sé svona þessi skömm eða smánun fyrir þá sem ekki í toppformi og það mjög raunverulegt vandamál að fitufordómar eru til dæmis bara gífurlega alvarlegt og algengt vandamál sem veldur síðan vítarhring og þannig en það getur alveg verið partur af þessu hjá okkur sem að hvað ég segja, hluti af því sem drífur sem áfram í þessu Og þegar þú talar það svona hlutir leggjast andlega á fólk andlegi hlutin ekkert minni hluti af lausninni þinni, þú varst að tala kvíða og þunglindi og streitu sem fylgir því að vera með langvinna sjúkdóma. Já, alltaf helmingur fólk sem með langvinna sjúkdóma er þá líka með þunglindis eða kvíðaeinkenni að þetta bara veldur álægi, þetta truflar þitt daglega líf, hefur áhrif á vinnu, sambönd, þú bara hræddur hvað gerist næst og svo framvegis. Þannig að kvíðin sem fylgir getur verið verulegur og hann getur þá líka haft neikvæð áhrif á lífstílinn, þá ertu kannski minna líklegur til að fara í ræktina eða leggja í að hætta að reykja eða eitthvað svoleiðis. Þannig að maður verður að taka heildstætt á því, maður verður ekki síður og það sem að við gerum í okkar meðferðum er að ekki síður að horfa á þetta, hver streitan sem fylgir þessum sjúkdómi, hvaða streituvaldar eru þarna staðar og hvernig getum við gripið þar inn í og það mjög ánægilegt að sjá jákvæð áhrif þar og það var til dæmis skemmtileg rannsókn sem var gerð af vísindamönnum við sjúkrahúsið á Akureyri og Háskólann á Akureyri
leitt af Evu Hilmarsdóttur hjúkrunarfræðingi þar sem að var verið að vinna með fólk sem að var sem sagt í eftirliti út af sykursýki tegund 2 og þetta var fólk á Norðurlandi sem að var sem sagt þá með sykursýki tegund 2 og flesti voru reyndar með fleiri sjúkdóma líka og voru í eftirliti út af sykursýki og svo var þetta svona eins og sko í þessum bestur rannsóknum þá er slembiskipt, þannig að þú ert með hópa fólki með sykursýki, allir fá hefðbundna meðferð en helmingurinn og það bara random eða slembi val hver fær, helmingur fekk sidekick og það sem sást að þeir sem að fengu sidekick ofan á hefðbundna meðferð að á 6 mánaða tímbili að þá í fyrsta lagi alveg sko hrapaði blóðsykurinn sem sagt lækkaði verulega mikið, ekki bara tölfræðilega marktækt heldur klínískt marktækt og þannig að bætingin sem þau sáu á blóðsykri leiddi til þess að það var í raun og veru reiknað að það væri 16% minni líkur á dauðsföllum hjá þessum hópi og 30% minni líkur á svona alvarlegum afleiðingum eins og blindu eða aflimun sem getur fylgt sykursýki. Þannig að mikil svona líkamleg bæting en það sem var líka áhugavert var að sjá að þegar var spurt sko hvernig fólki liði og það var annars vegar spurt út í svona það sem kallað disease specific distress, bara streitan eða álægi sem fylgir sjúkdómnum, bara hversu illa líður þeir að vera með þennan sjúkdóm, finnst þér að vera einn með þetta, ertu óánægð með meðferðina og svo framvegis, að það batnaði cirka 40% sem sagt skorið eða stíið sem að fólk fekk á þeim kvarða hjá þeim sem notuðu sidekick en í raun og veru jókst aðeins hjá hinum og þannig að gífurlegu munum þannig og þetta er svona bara dæmið að þú ert ekki lengur einn, þú ert að hafa áhrif á þína heilsu, það er hjúkrunarfræðingur sem er að fjarvakta þig og þannig að það hafði gífurlega áhrif á streituna og svo líka mældu þau þunglindis og kvíðaeinkenni og þar lækkaði skorið 24%. Þannig að við sáum einmitt þetta áhrif bæði á andlega líðan og heilsu og síðan á líkamlegu þættin eins og blóðsykurinn. Finnst þér ekki rosalega, mér bara hlýtur að vera gefandi fyrir þig sem læknir að geta haft þessi áhrif á svona marga? Jú, það var alltaf draumurinn að þess vegna erum við í þessu og það hefur verið okkar lán að fá til okkar algjörlega frábært samstarfsfólk sem eru bara færustu sérfræðingar á sínu sviði, hvort sem það er forritun, hönnun, klíník eða eitthvað annað sem kemur til okkar út að bara brennandi ástríðu fyrir að hjálpa og gera þetta á svona skala og auðvitað líka spennandi að vera með alþjóðlegum samstarfsaðilum eins og Pfizer og öðrum og þannig að við fáum að vera bara að vinna í þessu svona í fremstu röð og erum valin bara sem bara besta lausnin í okkar geira og að sjá þetta síðan hafa þessi áhrif á að bæta heilsu fólks, andlega heilsu og líðan og það er þessuna sem við erum í þessu sko. Með nokkar spurningar sem langar að spyrja þig áður en að ég fer aðeins út í frumkvöðulinn og svona þann hluta af sidekick. Hvernig er það fyrir mig til dæmis sem er að hlusta á þetta og er ekki með fullmótaðan framheila og ég hugsa, já, sidekick, þetta er bara eitthvað fyrir veikt fólk, þegar maður verður veikur, ég er ekki að fara að fá krabbamein, ég er ekki að fara að fá hjartaáfall eða svona, maður náttúrulega auðvitað lifir í þeirri trú, vona að fólk sé allan á mínum aldri sé ekki að gera ráð fyrir því að fá svona sjúkdóma. Þetta komur náttúrulega aftur inn á það að þú þarft að fresta ávinningnum, delay gratification, þú þarft að bregðast við núna og til þess að eitthvað slæmt gerist ekki í framtíðinni. Er sidekick einhver lausn fyrir mig í rauninni? Sko, ekki sem stendur, við erum og þá kemur að meira inn á sko businessliðina og svolítið saman og það er svolítið áhugaverð vegferð því ég fer út í þetta bara sem læknir, langaði bara að bæta heilsu og ætlaði að gera þetta sem bara eins og sagði hluta doktorsverkefni og svoleiðis, en svo tekur bara raunveruleikin við og þú ert að finna eitthvað leið til að fjármagnita og borga laun og svoleiðis, þannig að þá þarf maður að búa til viðskipta líkan og finna út úr því hver getur greitt fyrir lausnina og það er kannski svona 2 meginlegir að þetta fara, það er þetta fara sem við kalla B2B, business to business eða B2C, business to customer, það sem það er að segja bara er ég að selja til fyrirtækja eins og Pfizer eða er ég að selja til einstaklinga og það er mjög áhættusamt eða töldum við allan að fara þessa leið þar sem bara einstaklinga geta bara farið inn á appbúðina, náði í appið og keypt sér meðferð og það líka þegar maður er að framleiða sko heilbrigðismeðferð og lækningatæki að þá er það ekki alveg, það er eðlilegri leið að fara þá í gegnum heilbrigðiskerfi og hvað sem þú vinnur þá með sjúkratryggingum, spítölum, lyfjafyrirtækjum, einhverjum sem eru með dreifi leiðir inn í heilbrigðiskerfi. Þannig að við höfum farið þá leið og urðum að fara þá leið til að fá eitthvað sem að greiðir fyrir lausnina.
vonin svo að og það sem að gerast erlendis að sjúkratryggingar eru meira og meira að byrja að greiða fyrir svona lausnir alveg eins og þau greiða fyrir lyf og sko sjúkratryggingar allan heim kunna borga fyrir lyf þannig að þær sjúkratryggingar kunna bíða eftir ég fái sykursýki eða hjartaáfall og þá er það alveg til að byrja að borga lyfið mín en það aðeins minni reynsla af því að borga fyrir forvarnar inngrip. Vonin svo að og þetta að byrja að gerast erlendis að ef að ég sé kannski þú komið aðeins hækkaðan blóðsykur og ekki komið sykursýki að þinn læknir geti ávísað sykursýkis forvarna prógrami sem að bara hjálpa þér að bæta næringu og hreyfingu og streitu og alla þessar þætti sem að það ákveðið prógram sem að búið sanna að virka í því og að sjúkratryggingar myndi þá borga fyrir það alveg sem myndi borga fyrir lyfið þitt og þannig getur nálgast það. Það er svona óskinn að maður komist þangað en fyrir en við erum til dæmis ekki fitness app eða svoleiðist þannig að ef fólk vill bara þá auðvitað bara til sérstök fitness og svoleiðis app sko. Já, þið eru ekki að reyna að herja ná einhvern svona Fitbit markað. Nei, það er ekki við erum ekki heilsu app, við erum lækningatæki og hins vegar sæmar alveg fyrir sér síðan meira að vera með lausn sem gæti kannski verið meiri í þessum sem við kallum primary prevention, þessum fyrsta stigs forvörnum fyrir fólk sem einmitt ekki komið sjúkdóma en að reyna að fyrirbyggja en við erum allavega sem stendur ekki með slíka lausn. Ertu að mæta einhverju mótspyrnu frá lyfjarisum og þess að ég geti trúið líka að þú sért að, ég meina með því að fyrirbyggja eitthvað, þá ertu að koma í veg fyrir að einhverju sjúkratryggingar niðurgreiði rándýr lyf og það er frábær markaður til þess að vera á og það er kannski líka svona svolítið umdeilt að það er ekki tækt að selja í rauninni heilbrigðri mannesku en óheilbrigðri manneska sem henni vantar eitthvað. Er þetta eitthvað sem, þú veist, hefur þú orðið var við einhverja hagsmunaárekstra þarna? Nei, sem betur fyrir, við erum alltaf oft spurðað þessu og við hugsum þetta oft sjálf en sko, það sem ég held að komi kannski aðalega vekk fyrir þetta er að á síðustu 10-15 árum, sérstaklega síðustu 5 árum, þetta er svona vaxandi, að þá er að verða það sem kallað sko value-based reimbursement á ensku, það er að segja að þeir sem eru í heilbrigðisgeiranum og þar á meðal lyfjafyrirtæki fá borga fyrir valjúið eða verðmætin sem þau búa til en ekki fyrir sko vöruna eða þjónustunum sem þau selja. Þannig að meira og meira er að þannig að lyfjafyrirtæki ekki að selja pillur, þau eru að selja heilsu. Þannig að ef þú ert lyfjafyrirtæki eins og Pfizer og þú ert búin að framleiða eða búa til, það tekur 12-15 ára að búa til nýtt lyf og þú ert búin að taka 12-15 ári að búa til pillu við einhverjum sjúkdómi og það kostar sko 200-300 miljardar króna eitt nýtt lyf sem er þróað. 200-300 miljardar króna? Já, að meðaltali og þannig að þú ert Pfizer, þú ert búin að fjárfesta 200-300 miljardum og 12 árum í að framleiða þetta lyf sem að segjum að kannski lækki blóðsykurinn 10-20%. Þú kemst síðan að því að þú getur hjúpað þetta lyf eða látið fylgja með þessu lyfi sko stafræna heilbrigðismeðferð líka og sú meðferð kannski hefur jafn mikil áhrif, lækkar líka blóðsykurinn 10-20% og saman er þetta 30-40% og þar er leiðandi miklu betur heldur en samkeppnislyfið að þá er gífurlega þá er að fara að blasa við að þetta viðskiptamódel gengur upp fyrir lyfjafyrirtækið að þú getur verið að auka bæta útkomið þinna lyfja með þessari lausn sem er hlutfærslega ódýr með þessar 200-300 miljardar sem þú settir í að þróa lyfið og ert þá með betri samkeppnisstöðu, þú getur í sumum tilfellum þá fengið sjúkratryggingar til að greiða aðeins meira fyrir meðferðina því þú ert að búa til meiri heilsu og þú farið kannski betri meðferðaheldni því að það er mikið vandamál helmingur sjúklinga hættir að taka lyfin eins og læknirinn ávísaði því og það er 300.000 manns á ári sem deyja út af því bara í Evrópu og Bandaríkjunum sko og þannig að alls konar svona hlutir sem eru sem betur fyrir bara það sem hagsmunir fara saman þá og það er eina ástæðan, við erum ekki stofnuð til þess að hjálpa lyfjafyrirtækjum sko en það bara kemur ljós að ef maður hugsa hvernig ætli að koma þessari meðferð í hendur sjúklinga út allan heim að þá er allavega einn af kanulunum eða einn af dreifileiðunum eru lyfjafyrirtækina því þau eru með fólk sem þau eru bara með kanala til að koma upplýsingum svona meðferð í hendur lækna og hjúkrunarfræðinga allan heim og er þar með mjög áhugaverð dreifileið fyrir okkar vöru. Þannig að þess vegna hefur það verið mjög skemmtilegt og gott samstarf hjá okkur með lyfjafyrirtækjum þar sem að
við erum í raun og veru að horfa á þetta svona það, þú ert með hefðbundið lyf og þú ert með stafrænt lyf og rennur þessu saman og útkoma verður betri en annað hvort fyrir sig og þannig að það er það sem við erum að gera með lyfjafyrirtækjum í vaxandi fjölda sjúkdómaflokka, við erum til dæmis með Pfizer að vinna í nokkrum bólgusjúkdómum, liðagikt, ristilbólgum og fleiri bólgusjúkdómum. Svo með öðrum lyfjafyrirtækjum erum við að vinna í hjart- og æðasjúkdómum og svona metabólískum sjúkdómum öðrum. En síðan erum við líka að vinna beint með sjúkratryggingafélögum og það er kannski það sem hefur verið svona ein hraðasta þróunin hjá okkur bara á síðustu 6 til 12 mánuðum að fyrir tæpu ári síðan að þá hafði samband við okkur eitt af 3 stærstu sjúkratryggingafélögum Bandaríkjanna sem hafði heyrt af lausnin okkar og hrifist af gæðunum á lausninni og við erum búin að vera núna í samstarfi þar sem þau eru búin að vera að prófa lausnina með sínum skjólstæðingum og notendum og þau sjá heilbrigðisþjónustu fyrir 20 milljóna Bandaríkjamanna og alla prófanir hafa komið svo svakalega vel út að það verið að gefa meira í og auka þetta samstarf og ég gerir ráð fyrir við getum sagt svona fyllilega frá þessu samstarfi á næstu mánuðum, það er ekki ennþá búið að afhjúpa hver þetta við megum ekki segja frá því ennþá en þetta er gífurlega spennandi, þarna erum við að vinna beint með sjúkratryggingum sem við getum þá hugsa bara eins og sjúkratryggingar Íslands í raun og veru sem á endanum borga fyrir meðferð allra og þetta sjúkratryggingafélag getur þá sagt ef þú ert með þennan sjúkdóm þá mælum við með að þú notir Sidekick til að styðja við því að þér mun líða betur og útkoma þín sjúkdóms verður betri og auðvitað spara það þá líka peninga fyrir sjúkratryggingar. Og það er náttúrulega hlýtur að vera risa sölupunktur fyrir ykkur að, ég meina, það er verið að eyða peningum í að slökkva elda, ef við notum það orðatiltæki, að geta þá komið fyrirbyggt þetta fyrir einhvern kostnað sem er þá samt lægri inn í end fyrir sjúkratryggingarnar. Þannig að þarna græða allir, sjúklingnum vegnar betur og við náum að fyrirbyggja vestnun á þeirra sjúkdómi og þau þurfa minni lífi meðferð, minna leggist inn á spítala og bara líður betur og sjúkratryggingar spara þetta peninga því að það er þá verið að spara óþarfa hvort sem það eru komur á bráðamóttökur eða nýtt hjartaáfall og þannig að þarna er bara verið að nýta betur auðlindir í heilbrigðiskerfinu og bæta hag sjúklinga. Hvernig gekk þér að fara úr læknasloppnum og yfir í einhvern sölumanna rúnt í Silicon Valley? Já, góð spurning. Þetta átti alltaf að vera pása. Ég ætlaði mér aldrei og ætlaði mér ekki að hætta að vera klíniker. Ég veit ekkert skemmtilegra en að vinna beint með sjúklingum og þannig að þetta átti bara alltaf að vera pása og ég ætlaði bara að gera þetta í nokkur ár og gera doktorsverkefni með því og fara svo aftur á spítalan. En þetta hefur lengst og ég veit ekki alveg hvað þetta endar og þú veist á leiðinni hefur maður þurft að læra nýja hluti mitt eins og þetta að fá til þessi fjárfesta og finna viðskiptalíkan og selja til kaupenda og búa til tekjur og þetta er auðvitað allt misskemmtilegt þetta er ekki allt hlutir sem að ég fór í þetta til að stunda en allt hluti af leiknum en það sem er hins vegar gífurlega gefandi við þetta er að byggja upp teymi og hóp af samstarfsfólki af því að þetta er alltaf samstarf ótrúlega stórs hóps af fólki og að finna einhvern veginn kraftin og gleðina í hópnum þegar við erum að finna hvernig þetta er að hjálpa fólki og lausnin, við erum stolt af lausninni, það er mjög gefandi og þannig að ótalmargir þættir í þessu og flestir mjög skemmtlegir. Þið fenguð fjárfestingu upp á tæplega 3 milljarða daginn eða árið. Já. Hvað getur þú sagt mér frá því? Já, það var undir lok síðasta árs þá fenguð við fjárfestingu upp á tæpa 3 milljarða frá, sem sagt, við höfum verið með 2 stóra fjárfesta með okkur fyrst voru Novator Partners sem er Novator sem kemur inn í félagið bara strax 2014 og svo 2017 kemur Frumtak Ventures sem er íslensku svona vísisjóður. Og þá er grunnhugmyndin ennþá svo sama, það er app sem er beint í þessa átt. Já, þetta var alltaf sama grunnhugmynd en hefur auðvitað þróast mikið og tekið miklu breytingum þannig og reyndar fyrst voru við styrt úr tækniþróunarsjóði annars hefði þetta bara valla nokkuð tímann komist
af staða því að þar fengum við pening til að byrja að vinna með verktökum í að byggja prototípu og koma þessu úr sporunum og það hefur verið gífurlega þýðingar mikið fyrir okkur. Þetta var orðið meir en bók þá? Já, þannig tókum við bókina og byggum til tækniúrunni og það var einmitt þessi styrkur frá Tækniþróunarsjóði og frá Thoroddsenfélaginu sem og síðan kemur Novator og svo frumtak en síðan á síðasta ári koma 2 mjög stórir alþjóðlegir fjárfestar. Annar heitir Wellington Partners og hinn Asabís Partners sem eru bara sérhæfðir fjárfestar á okkar sviði og bara hrifust af nálguninni og hópnum og vörunni og koma inn með þessa stóru fjárfestingu sem leyfir okkur að stækka mikið og þannig að við höfum stækka gífurlega, ég meina bara fyrir 1,5 ári vorum við 12 og við erum núna 60, verðum sennilega hátt í 100 undir lok árs og þannig að þar alveg náttúrulega getum við gert miklu meira af spennandi hlutum með vöruna, betri klíniska rannsóknir líka og fullt af hlutum sem við getum núna leyft okkur að gera. Magna, en út af nefnir Pfizer þarna, það er þá ekkert í forminu styrkja eða neitt það er bara business bara tekjur. Það er B2C eins og þú sagði það. Nei, B2B. Business to business. Það sem að selur, þannig raun og þau borga okkur leyfisgjöld til þess að geta opnað á okkar vöru fyrir þeirra, þá sem nota þeirra vöru. Og nú er þekking mín ekki meira á Pfizer heldur en bóluefnið, en þetta er alveg risa lyfjafyrirtæki. Já, þetta er ég held að 3 stærstu lyfjafyrirtækjum í heimi, allan 1 af 5 stærsta, og gífurlega stórt og sterkt lyfjafyrirtæki, rosalegur svona, myndi ég segja frumkvöðla kraftur í þeim líka, gífurlega mikil þróun á nýjum lyfjum eins og sást náttúrulega með bóluefnið, voru fyrst á markað með öflugt bóluefni, þannig að það er rosalegu svona metnaður og kraftur þar að finna nýjar meðferðir, bæði náttúrulega með hefðbundna meðferðir og svo með að tengjast við meðferðir eins og okkar. Ok, og hvar svona ykkar samstarf, ég meina er einhver áhugið þeirra megin að vera hluthafi af Sidekick eða er það á það kannski bara einhver samlið? Það er alltaf inn í myndinni að svona náni samstarfsaðilar fjárfesti líka og þannig að en það er allavega ekki umræðu núna. Hvar standið þið að gagnvart svona samkeppni og er mikil samkeppni? Þegar þú lýsir þessu, ég meina, mér finnst þetta að vera svo augljóst að reyna að tvinna þetta meira svona heldur en að bara eins og samlíkingin með steipuna og útibúin hjá bönkunum. Er engin annar sem fekk þessu hugmynd? Er þú bara einu sem gekkst með þetta í maðunum? Nei, það er af því að við erum alltaf á alþjóðlegu markaði þá er mjög hörð og stíf samkeppni og en nálgun okkar er dálítið ólík, það er engin sem nálgast þetta eins og við og þar koma saman alls konar hlutir, annars vegar myndi ég segja klíníska nálgunina því að þetta er náttúrulega eins og ég stofnaði 2 læknum mjög sterkur svona klíniskur hópur að þá nálgust þetta alltaf út frá svona klíníska vinklinum og hugsa hvernig virkilega getum við leyst vandamál þessara sjúklinga og svo útfærum við það með tækninni og slíku þannig að það hefur valdið því að bara svona gæði meðferðar og áhrifin hafa verið bara í hæsta flokki hjá okkur. Öll þessi atferlisfræðilega nálgun og leikjavæðingin og það er líka nokkuð svona sérstæða fyrir okkur og annað sem hefur líka verið sérstæða er að við erum það sem ensku kalla plattform, þar sé við byggum til undirliggjandi tækni sem er síðan hægt að beita nokkur hratt inn í nýja sjúkdómaflokka, þannig að við erum ekki að byggja frá grunni, við getum bara tekið sömu tækni og pakka henni inn og aðlaga hana fyrir nýjan sjúkdómaflokk hvernig fætum við öðrum og það skiptir okkar samstarfsaðilega miklu máli eins og til dæmis þetta sjúkratryggingafélag út í Bandaríkjunum að þau eru náttúrulega bara með fólk með alla sjúkdóma sem að hugsast getur og þau vil ekki þurfa að semja við eitt fyrirtæki per sjúkdóm heldur fyrirtæki eins og okkur sem getum unni með þeim þvert á alla sjúkdómaflokka. Og eitt svolítið skemmtilegt umræðefni í þessu er að þið náttúrulega því fleiri notendur sem þið fáið, því fleiri upplýsingar fáið þið og það er svona þessi big data pæling. Er eitthvað tölfræði sem að þú getur sagt okkur eins og ég heyrti tala iPhone versus Android users, hvað er rauninni, þetta er náttúrulega hellingur sem þið eru búin að læra sem bara þið með ekkert gefa upp, en er eitthvað svona skemmtileg trend sem þið takið eftir í samfélaginu? Já, og varandi gögnin að við erum lækningatæki og sem betur fer er alveg ofboðslega sterkar kröfur á gagna öryggi og gagna meðferð í þessum geira sem betur fer og það eru bæði eins og GDPR reglurnar í Evrópu og í Bandaríkjunum er eitthvað sem kalla HIPAA,
það sem að sko öryggiskröfur og okkur að minnsta kosti eins og á einkabanka eða heimabanka eða meira og þannig að sjálfsögðu sjáum við aldrei neinn persónugreinanleg gögn en við sjáum svona trend í stóru myndinni og það alls konar áhugaverðir hlutir eins og nefnir sko bara einmitt þetta að við sjáum að Android-notendur, af því eitt af því sem þú getur gert þú getur tekið svona lítið persónuleika próf þannig að við lærum aðeins betur á þig. Við sjáum að Android-notendur okkar eru líklegri til að vera introvertar, frekar heldur en extrovertar og við sjáum að iPhone-notendurnir okkar eru líklegri til að gera æfingar eins og jóga eða fara á skíði eða á hestbak eða svoleiðis æfingar meðan að Android-notendur gera meira svona eigin þyngdaræfingar eins og armbeygjur. Þeir eru 500% líklegri til að gera æfingar eða sko hreyfa sig eins og að fara í amerískan fótbolta eða keilu og þannig að það er alveg ótrúlega bara eftir einni breytu eins og símategund eða stýrikerfi í rauninu og símónuðinum að þá sjáum við svona mun og síðan sjáum við líka gífulegan mun eftir kynjum, mjög ólíkt það sem að konur eru alltaf líklegri heldur en kalla til að gera allar svona slökunaræfingar og streitulósunaræfingar, það er auðvitað samt eitthvað sem er að breytast og þróast en það er samt ennþá þannig og meðan kallmenn eru líklegri til að gera svona það sem ensku kalla quantified self eins og láta kerfið telja skrefin sín eða setja sér markmið eitthvað og þannig að það er ótrúlega áhugaverð svona mynstur og það sem auðvitað gervigreindin gerir að hún bara keyrir í gegnum allt þetta sett 20 milljónir gagnapunta og getur verið að læra og þannig að þegar kemur nýnotandi inn þá getur við sagt þetta gætu verið æfingar sem henda þér betur og það er byggt bara okkur svona mynstri og síðan auðvitað fyrir við að læra á hvern notanda og segjum já ok, nei, ég sé að þú gerir svona í síðustu viku þetta getur hendaði betur og þannig að það er enn eitt af því sem tæknin leyfir okkur að sérsníða meðferðina miklu betur en ella fyrir hvern einstakling til að ná betri árangri. En bara rífast upp fyrir mig sagan af ég held að var verið að gera svona hvað er það, hver var líklegri til að vinna forsetakosningarnar í Bandaríkjunum, verið að hringja í fólk og spyrja hvernig það ætlaði að kjósa og þetta var árið 1900 og eitthvað fyrir löngu og það sem gleymd að taka inn í myndina var að fólk sem átti síma var miklu líklegri til að kjósa þennan aðeila heldur hinn, þannig að það var einn svona lykilbreyta sem að bjagaði niðurstöðuna rosalega. Er þetta eitthvað svona sem að þú var martraður að þið glemdi að taka inn að fólk sem á snjallsíma bara yfir höfuð er líklegri til einhvers en ekki? Já, ég meina auðvitað og auðvitað vitum við þeir sem að þiggja meðferðin okkar fyrsta lagi þurfa að eiga snjallsíma, öðru lagi þurfa að hafa áhuga á að prófa þetta og þannig að það bara þiggja meðferðina og það að klára meðferðina þú ert að meðaltali einhvern veginn öðru sér heldur en þeir sem ekki gera það þannig en það er það sem að þegar það er að gera þessar slembiskiptu randomized rannsóknir að þá ert allan að þá byrjar með hóp þar sem allir eru bara eins að meðaltali og svo er bara tilviljun hver fær sækik og hver ekki þannig að þar getur maður svolítið með góðum hætti séð ok, þetta á að vera alveg eins einstaklingar eini munurinn er að helmingurinn fekk meðferðin okkar og hinn ekki þannig að það er svona gullstandardin í að meta árangurinn og við höfum gert nokkrar eins og þess að ég nefndi áðan eða það sem það var reyndar óháðir rannsækjendur sem gerðu það og með þessum góða árangri og við erum núna fjárfesta í að gera miklu meira af slíku. Hver er svona stoltasti punkturinn í öllu þessu ferli? Já, góð spurning. Ég held að það sé það er teymið, það er hópurinn. Það er algjörlega magnað að mæta á skrifstofuna og finna bara kraftinn og ástríðuna fyrir viðfangsefninu og svona talentið, þetta er svona breiður hópur af fólki úr alls konar áttum sem er alveg bara iðandi af hæfileikum og ástríðu og að finna þann kraft og gleði á skrifstofunni, það gefur mig mikið og ég myndi segja það og síðan þegar við fáum sögur frá notendum ykkur daginn sagði við værum orðin líflínan hans í að fást við hans sjúkdóm og síðan eins og þessi saga á Landspítalanum og allt þetta gefur manni mjög mikið. Já, það var þessu virðið að hafa mjög mikið að gera þetta er hinum með endanum. En eins og með bara með langar að undir lokin að ræða eins við með læknisfræðina og fyrir fólk sem er til dæmis að læra læknisfræði núna og ég meina á hinum endanum er það að maður er kannski að útskrifast tilbúin inn í svolítið gamalt heilbrigðiskerfi eða heilbrigðiskerfi sem er með aðra lausn heldur en þarfirnar sína. Þetta er líka aðeins að breytast eða ekki? Þú ert að kenna kúrs í háskólum eða bjóst allan til kúrs, getur þú sagt mér aðeins frá því?
Mér fannst það frábært merki einmitt hvernig hlutirnir að þróast í rétta átt að læknadeild ákvað fyrir nokkrum árum að setja upp nýjan kúrs sem heitir fyrirbyggjandi læknisfræði og ég var beðin að búa hann til og vera með umsjón með honum, kennslu þar ásamt með einmitt samstarfskonu minni Kristínu Sigríði og Sigríði Kristínu og þannig að við erum með umsjón með þessum kúrsi í fyrirbyggjandi læknisfræði og þar fá allir nemendur á 7. ári læknadeild fá kennslu í þessu og það sem er frábært að sjá, þetta um 50 nemendur á hverju ári er hversu móttækileg þau eru ég held að allir læknar á Íslandi og ekki síst yngri kynslóðarnar átti sig mjög vel á þessu að við þurfum að vinna á báðum endum, við þurfum að slökkva eldana en við þurfum líka að fyrirbyggja þá og upptöluhópa er alveg ofbóðslega mikið jákvæðinni fyrir þessari nálgun og bara frábært skrifa að það sé byrjað að kenna þetta í læknadeild, þetta var ekki kennt þegar ég var fyrir útskrifast þarna 2008 sko, þannig að þetta er klárlega skrifið í rétta átt, þannig að við erum alltaf að gera betur og betur hann sko. Það er líka bara svolítið áhugavert að það sé til eitthvað sem heitir fyrirbyggjandi læknisfræði, að þurfi að setja þetta á forskeitið þarna sko. Já, en það er einmitt þessi munur sko að því að við höfum einblínt meira á viðbragðslækningarnar, hvað ger ég ef eitthvað kemur með hjarta áfall til mín og heldur betur eins gott að við erum með sérfræðingar sem að kunna fást við það, bæði lækna, hjúkrunarfræðinga og aðra sérfræðinga. Ég myndi ekki vilja búa í þjóðfélagi þar sem sú þekking væri ekki til staðar en það er mjög mikilvægt að við kunnum líka fyrirbyggja þetta af því að ofboðslega stór hluti af þessu er fyrirbyggjanlegur og þá getum við eins og ég segi nýtt miklu betur þetta frábæra starfsfólk okkar í þau tilfelli sem að virkilega þarf sko. Þannig að Sidekick plus heilbrigðiskerfið er lausnin. Og heilbrigðistækni almennt okkar lausn og annara er algjörlega málið og ég er mjög stoltur af okkar þætti í því. Geggjað. Tryggvi, eitthvað Sidekick eða þetta málefni sem langar að koma á framfæri undir lokin? Nei, mér finnst þetta bara mjög skemmtilegt spjall, ég held við nú farið svona vítt og breytt, ég meina Sidekick heldur bara áfram að vaxa og dafna og við höldum áfram að leita að afburða fólki á alls konar sviðum Þannig fólki sem langar að taka þátt í baróttunni, það er Sidekick að ráða? Eða? Já, við erum alltaf að ráða. Við erum alltaf að ráða í allar stöður eða sko í margvíslega stöður, okkur vantar stöðugt meira af öflugum forriturum, bæði sem sagt svona sem kallar framenda, þar að segja sko vef og snjall en líka bakenda og slíkt, gagnavísindafólki, klíniskum aðilum með klíniska reynslu, alls konar stöður sem við erum stöðugt að leita að því og þar er þá langbæst að fara bara á heimasíðun okkar, sidekickhealth.com og þar er hægt að skoða stöður og sækjum. Snilt. Eitt undir lokin, hvað ert að gesta fyrirlesa í Harvard og er það ekki MIT líka? Ég var í MIT að kenna það sem kallar Data Driven Health. Núna er ég í Harvard að kenna þetta, þannig að það sem gerist þarna þegar ég fekk hennan fyrirlestur atferlishagfræði þá bara kviknaði öllum ljósum og ég fór til þessa prófessors og spurði hvort að ég mætti vinna með honum í að fara yfir þetta svið og finna hvar getum við nýtt okkur atferlishagfræði fyrir lífstíðsbreytingar og ég geri það og við skrifum grein sem birtist í bandarísku læknatímariti einmitt forvarna eða fyrirbyggjandi læknatímariti það og það síðan þróast yfir í kúrs við Harvard sem snýst bara atferlishagfræði fyrir lífstíðsinngrip og þar er ég gestakennari að kenna þetta og tek þá líka dæmi að því hvernig við nýtum þessi fræði og beitum þeim í gegnum snjalltækni og í Sidekick líka, þannig að Sidekick er kendur við Harvard sko. Hvernig er fólkið í Harvard? Er þetta allt bara ofgáðað fyrir lífið? Nei, þetta er sko í þessu lýðheilsunámi, þetta er sérstaklega lýðheilsunám sem er aðalega fyrir lækna eða heilbrigðisstarfsfólk, langmest læknar og þau hafa langflest mikla ástríðu fyrir viðfangsefninu að bæta heilsu og það var svolítið fyndið þegar ég kem haustið 2010 og fyrsta degi í skólanum þá tekur skólastjórinn á móti okkur og heldur smá ræðu og segir alltaf gaman að hitta hópa fólki sem er til í að skrá sig í nám þar sem það útskrifast á lægri launum en að koma inn af því að lýðheilsufræðingar eru sko, þetta er svona aðeins minna
þetta ekki sama drama og spenna og það er ekki eins áþreifanlegt ef þú fyrirbyggir 10 döðsföll, þú veist ekkit hverjir það voru sem varst að bjarga, en ef þú bjargar einum einstaklingi sem með hjartaáfall þá er þarna mjög þakklátur einstaklingur og annað sem hann bent á í þessari ræðu var hann sagði horfið hérna í kringum ykkur, þið sjáu byggingarnar, þær eru bygging 1, bygging 2, bygging 3 en sko beintu hliðina á Harvard læknaskólinn og þar er ekki bara hver einasta bygging heldur hver einasta skólastofa sko, með nafni á einhverjum þakklátum sjúklingi þar sem að lífið þeirra hefur bjargað og þau ánafna skólanum fullt af fé. Þannig að þetta er svolítið munurinn á forvörnum eða viðbragðslækningum að það er fleiri þakklátir neytendur hinum einn. Já, peningurinn og framinn, hann er það. Já, en einmitt, en hins vegar sko möguleikarnir á að hafa áhrif og í raun og veru bæta heilsu á stærri skala er lýðheilsu megin líka, hvort tveggja er nauðsynlegt. Geggjað, þetta er verðugt markmið. Tryggvi Þorgeirsson, 1000 takkir fyrir að gefa þér tíma í þetta og koma hérna í spjall. Takk fyrir.